Herru, við erum komin í loftið enn og aftur. Blessaði Davíð. Sæðar. Og blessaði Helgi. Sæðar. Velkomin. Takk fyrir. Ég er búin að vera svolítið lengi að vera að bjóða þér hérna. Já. Það er búið að vera gaman að fylgjast með það sem hún skrifar á Facebook. Já. Þú teldi naggur og fylgist allavega mjög mikið með hlutunum svona hvað er að gerast. Já. Og þetta búið að vera gott samtalið fyrir þáttinn, ég verður ekki það. Já, við náttúrulega þekkjumst aðeins svona frá því fyrir tíð. Já. Kannski svona meira en áratugur síðan. Já, það er gaman að hitta eftir öll þessi árum með þér. Já, sömuleiðis. Við enduðum nú samtalið, tökum það bara upp. Erum við að fara í þriðju heimsstyrjöldina? Ég held að þetta sé svona kannski, ef ég ætti að tala um stríð að einhverju leyti, þá held ég að sé kannski svona svolítið tvíþætt. Við erum með annars vegar kalt stríð milli Bandaríkjanna og Kína og kannski Rússlands. Rússland er svona aðeins minni spámaður í þessu samhengi, þeir eru með fámennari þjóð og minni svona kannski burði til þess að kannski berjast mjög stór stríð, þeir eru alveg í veseni með Úkraínu, þannig að ég veit ekki alveg hvernig þeir ætla að fara í eitthvað risastór stríð við einhverja aðra. En það er alveg greinilega spenna í loftinu eins og í Kínverja, þeir ætla að fara að taka Tævan sem að var áður fyrr partur af Kína og þeir líta á svona sem sitt territory og Bandaríkjamenn eru að verja og ásamt Japanum og Suður Kóreu og þú veist þessum löndum þarna í Kyrrahafinu og sko en ég held að svona stóru áhyggjurnar fyrir okkur er svona það er maður sem er við London hvað er það London hvað er ekki konungli háskólan í London London King's College, já hann heitir David Betts og þetta er svona gæi sem spáir fyrir borgarastríð og alls konar svoleiðis og hann segir þessi 95% líkur þessi 95% líkur á því að það verði einhvers konar borgarastyrjöld í Evrópu á næstu 5 árum og hann sagði að það verið árið síðan Já. Og þetta er svona gæi sem á að meta, líkurnar á kannski, hvað er að fara að gerast í Sýrlandi og svona fyrir, MI6. Hann er á því leveli. Og maður svona, 95 er heldur hátt, sko. Og við erum að sjá að, það eru ólíki menningarhópar, það eru menn sem eru kannski, eða fólk sem eru kannski með múslimska siði, sem eru að komin í kristin samfélög og það er að myndast svona deilur og maður er að sjá þetta gerast víða. Á sama tíma þá erum við að sjá að það er að vera svona efnahagsleg kreppa og sultarólin er að herðast ríki Evrópu og Vestur-Evrópu skulda meira, Bandaríkin 126 af vergri þjóðarframleiðslu, Frakkland 118, Bretar 100%, þetta þykir mikið og maður skal segja þegar Grikkland var að fara á hausinn þá voru þeir í 130 og þá bara er ekki séns að koma tilbaka og minna Spánn og Ítalía og Portúgal standa líka illa þannig að kerfið eins og við þekkjum það stendur ekki undir sér við getum ekki í rauninni verið að flytja inn fólk til þess að vera á bótum og sem getur ekki unni fyrir sér og það er í rauninni bara ekki sjálfbær stefna jafnvel þó svo við viljum öllum vel og jafnvel þó svo við elskum náungan og jafnvel þó svo við viljum vera góð að þá bara þetta stendur ekki undir sér og við erum bara að safna skuldum og kerfið mun hrynja spurningin er bara hvað ætlar það ekki að borga ætlar að hætta að borga ellilífeyri eða öryrkjabætur hvað ætlar að hætta að borga Já, þú tala um Ísland í þeim þætti á til Já, og bara Evrópu og Ísland Já, þetta er alveg rétt hjá þér og merkilega ef við skoðum mannkynssöguna þá erum við að upplifa alveg við fættumst á rosalega góðum tíma samkvæmt mannkynssögunni því að við erum alltaf að fara í stríð og það eru alltaf stríð bara eins og Úkraína núna á til dæmis en stór stríð það er bara að við getum skoða sögunni gerum það og það sem gerist alltaf er einmitt kreppa á undan og fólk eru svánt og þá verður það pirrað og síðan springur allt og komin svona óreiða og maður fer að hugsa sér það er svo margir merkilegir hlutir að gerast á mjög stuttum tíma það er bara allir fókusar á Trump það er allir með svona eins og maður segir góður í íslensku tunnel vision á hann Þetta er svo Tóti Hjartar kallað þetta Orange Man Bad Já það er alveg lýsir í ágætlega hjá honum En það er mér finnst ég held að bara Starmer sé hættulegur í þessu það sem hann er að gera er alveg magnaður fasismi að fæðast þarna í Bretlandi og
maður fer að hugsa sér það, þeir í samstarfi með Þýskalandi og þetta bara svona pæling sem ég hef að komum inn, þú veist, innflyttum allstar, við vitum sko, jú, ef þú kemur með lítið magn alltaf, þá geta þær aðlast, en ef þú kemur með búm, þá einangrast þér og verða bara með sinn kúltúr út af sig, eins og við gerum á Spáni, Íslendingarnir, við erum bara allir saman. Og þá verða árekstrar, sko. Þá verða árekstrarinn og myndast glundrar, sérstaklega fyrir að setja nokkur lönd saman á sama tíma, þá myndast það bara margir hópar og margir trúahópar, mismunandi trúahópar. Og það bara sýnt sig og sanna, það alltaf árekstrar og maður fyrir að hugsa þeir að gera þetta viljandi til að geta komið ástæð, til að geta komið með fasisma aftur inn það sem að gerast í Bretlandi því hann, þú veist, bara núna allt í rugli þarna og hvað, hann voru ekki að banna núna, voru ekki 4,5 milljónir sem ekki kjósa núna allt í Bretlandi, búin að sjá þetta? Nei, ég ofta að sjá það það kemur bara bókstaflega það kemur mér ekkert á óvart. Þetta eru 9 lögin sem hann að keyra í gegn, var að keyra í gegn núna ég held sér 4,5 milljónir sem eru bara taldir ekki hæfir til að kjósa og auðvitað það bara einhverju Bretar þá sem sem eru hinum með línu, það ekki verkamannaflokknum hann alltaf kallaði Keir Stalin sko hann alveg orðinn snar eða Queer Starmer, það líka svolítið fyndið Queer Starmer það náttúrulega einhverja elskuða hérna sem að voru sama kynni sko en sko síðan komið að segja þér ekki two-tier system, hefur þú séð það? Two-tier system, já, þetta tvöfaldakerfi og við erum að sjá það mjög greinilega og allt í einu orðnir sjarja réttir í eða þú veist hvað maður að kalla svona dómstólar í hverfum í Bretlandi skils mér og þú veist þetta orðið tvöfalt kerfi og við erum að sjá að málfrelsi og tjáningafrelsi í Bretlandi það eru flestir handteknir fyrir brot á einhvers konar einhverju ritskoðun þú máttir ekki segja þetta á Facebook eða X eða Instagram eða þetta mátti ekki segja þetta og þeir eru að þjarma rosalega mikið af tjáningafrelsinu og var fórst í Bandaríkjanna hefur kvartað þessu og Trump líka og þeir hafa verið að því virðist að reyna að standa með og gegn ritskoðun bara gegn, þú veist, alls konar ritskoðun og þú veist það hafa aldrei verið góðu gæjarnir sem hafa verið að ritskoða og skammta tjáningarrelsi það hefur aldrei verið þú veist, og Robert F. Kennedy Jr. bendi mitt á þetta einna fyrstu manna og þá var hann að benda á það, þú veist, í samhengi við demokrata í Bandaríkjunum og síðan seinna meir sko í sambandi við Evrópusambandi sem farið að hafa áhrif og maður náttúrulega velti fyrir sér sko af hverju fólk sem að tala fasisma og nasisma og eitthvað svona að það get ekki séð þetta þú veist, það get ekki séð þetta hjá Maduro og það get ekki séð að þetta transitioni, þú veist, hvað gerir Hitler þú veist, hvað gerir Mussolini þeir taka út tjáningafrelsi, það með í fyrsta sem þeir gera og að því þú varst að koma með þessa hugmynd það, þú veist, við að gera þetta viljandi sko World Economic Forum sem hefur búin að þjálfa upp mikið þjóðarleiðtogum í Evrópu og þú veist, og Katrín Jakobsdóttir er að lista yfir einstaklingar sem voru, ég man ekki hvað var titlu á heimasíðunni þeirra en fólk getur bara flett þessu upp að já, það er WEF og bara, þú veist, Katrín Jakobsdóttir innan gæsalappa og þá færðu upp bara mynd sko og margir aðra einstaklingar og þeir eru með svona hugmynd að efnahagslegu kerfi sem heitir shareholder capitalism ef ég man rétt og þetta er bara fasíst kerfi bara, þú veist, þetta er bara uppskrift bara kommunist, skástrík, nasísk sko yfirskrift og maður bara svona lesi þetta og maður sem að, eins og ég sem er mikinn áhuga og sögu og þú veist, og fekk sérstu velum fyrir, þú veist, hafa einhvern í skóli sögu, dúks þessu, þú veist, maður svona þú veist, það fer hann og maður verður svona að hugsa, já, veist, er þetta partur af einhverju stærra plani? Þú veist, hverjum datt í huga þetta væri góð hugmynd að því að þess að upprunalega kenningin sem að mennis og Helgirhafn og fleiri er að reyna að verja er það að það borgi sig að fá fólk inn í löndin að því að þú veist, þau fara að vinna og þau greiða skatt og svo aðlæðast þau bara og allir er í sátt og samlyndi ef þetta væri satt, þá er það frábært en það bara er ekki þannig og nýlega greiningar frá bæði Danmörku og Hollandi sem hafa verið að þú veist, skoða hvað hver og einn aðili eftir löndum kostar að meðaltali
hefur bara sýnt það að þessi til dæmis þessar MENAP þjóðir sem svona Mið-Austurlönd og Norður-Afríka eru að kosta kynslóð eftir kynslóð alveg gríðarlega peninga sko. Ég minnir að Sómalinn sé bara yfir 100 milljónir á mann yfir ævina sko. og það sé bara gerast aftur og aftur og nú bara svona að því að sumir halda að ef maður nefnir eða vitnar í skýrslur eða tölfræði Eurostat eða eitthvað svona að það sé mín skoðun svona svo Gunnar Smári hann hérna í sósíalistaflokknum, hann gerir ekki greina mun á því hvað tilvitnun í skýrslu og hvað skoðun sem náttúrulega bara, maður getur ekki hjálpað þannig fólki, ef ég bendi á að verðbólgan sé svona mikið, það var ekkert mín skoðun og bara seðlabanki bara byrti þetta, skilur en þú veist, það er svona eiginlega bara svo heimskulegt að þannig er ekki nokkur átt, en það er bara eins og það er gott og vel, ég segi þetta bara í því samhengi, hann var eitthvað komment á mig, ég hef ekki nefnt að svara því nýstaðar en Nei, ég sá hann var að skjóta það geymdu það, við skulum klára þetta og komum síðan inn á það og við vorum að tala um ADHD að kikka inn hjá okkur já, þessa tölfræðigreiningu og þú veist að þú flytur inn ákveðna hópa og greiningin segir það að þeir eru ekki að gera það sem þeir átt að vera að gera, það er að segja að skapa arð og að gera samfélagi sjálfbært af því að ef að þeir var í netto plúsa meðaltali sem skattgreiðendur, það er að segja myndir leggja meirinn í kerfið heldur myndir taka út úr því að þá væri þessi vandamál ekki til staðar þá væri þetta ekki problem og þess vegna hafa menn lagt til svona þeir sem eru kannski svona eins og ég álít mig svona frekar hófsaman í þessu, ég er ekki á móti útlendingum, ég er ekki á móti neinum persónulega, hvort sem að hann sé á öðrum kynþætti eða kynhneigð eða hvað það er það skiptir mig einhver máli, ég er einstaklingshyggjumaður þú veist, og ég er rauninni með bara hvern og einn einstakling að veruleikum en ef við ætlum að vera að fá fólk inn í samfélagið þá er bestur okkur að vera með fólk sem er næst okkur í menningu því það voru minnstar árekstrar og þú veist, þetta er bara svona eins og að ráða inn í fyrirtæki þú veist, og það er heppilegra að fólk sé netto plus og auðvitað einhverju leyti er börn til dæmis ekki að fara að vera í netto flús þess að byrja með en það getur komið tilbaka seinna skilur og þannig að stefna Evrópu í þessum málum hefur valdið í rauninni alveg rosalegum glundur og það kannski var það ófyrirséð en ég meina þú veist að því þú varst að segja þú veist þetta er bara þekkt staðreynd ég meina Aristóteles talar þetta þegar hann skrifar þú veist lýðræðið að það þarf að vera ákveðin sameiginleg sýn á það hvernig samfélag á að vera og svona ákveðin grunngildi þurfa að vera sameiginleg og þegar þau eru það ekki að þá virka lýðræði ekki og það er bara það sem við erum að sjá Já, var ekki talið líka að Róm hafi fallið út af þessu að þeir opnuðu landamærin og hleyptu öllum inn Ég held að þessi margar ástæður fyrir að Róm hafi fallið en það var á seinni stigum Rómaveldis að þá urðu allir citizens og það er talið eitt af þessu sem að feldi þá Já, alltaf ég las að það var einn stærsta ástæðan fyrir að Rómaveldið hafi fallið, þeir opnuðu allt og Ég get allavega ekki reynt það en menn eru að tala að í Bandaríkjunum að þeir hafi áhyggjur af falli Evrópu og þess vegna er þessi gríðarlega pressa og svo eru Bandaríkin náttúrulega líka ótrúlega skuldug og ég held að þessi tollastefna hjá Trump sé ekki út af því að þetta sé svo ótrúlega góð og gáfuleg stefna ég held að þessi neyðarúrræði þú veist að því að tollastefna til lengri tíma gefur ekki peninga þú veist það eru flestir hagfræðingar sem eru sammála það að það sé ekki gott en til styttri tíma getur það gert það Þau skulda 126% af vergri þjóðarframleiðslu og þeir eru með mestu vergar þjóðarframleiðslu í heimi. Þú veist, þeir eru bara, þetta er risa skuldir Þannig að þeir eru að gera allt þess að ná þessu niður. Og kannski er þetta gott plan og það eftir að koma í ljós. En ég vil nú bara taka fram að mér finnst Trump hafi gert margt gott. Ég held að þessi þörf að íta fólki út sem er ólöglega í landinu þarna. Ég held að það sé ekki spurning en á sama tíma þá held ég að það sé ekki allt sem hann gerir sem er gott þú veist, ég held að þú veist ef þú ert á þeim stað þá ertu með alveg jafn mikið Trump derangement syndrom og þeir sem að halda að hann gera allt gott þú veist, ég meina það er enginn sem gerir allt slæmt og það er enginn sem gerir allt gott þú veist, það er allir mannlegur að gera mistök og ég held þetta með þessi hvernig hann nálgaðist Grænland það bara, þú veist
Þessi allir samanlega. Já, það allt flestir. Ég alveg með þekkjana menn sem eru bara, nei, þetta art of the deal og eitthvað. Ég bara svona, ég veit ekki með það. Ég held þetta sé áleikur. Af því ég held að hann hefði getað fengið allt sem hann vildi bara með því að vera Diplo. Já, örugglega, sko. Hann tekur þetta með frekjunni þarna og þetta tekur svolítið svona alþjóðlega viðræður eða umræður bara úr ballas, bara aðferðin sem hann notaði. Það alveg, bara, þetta má ekki. Þetta er bara svona óskrifið regla að við gerum þetta ekki. Þannig að hann pissaði svolítið yfir hana og þá bara verið að skrifa nýja reglu í sögubækunar. Minga traust líka. Gerir það, því að núna gerir hann þetta aftur, allar hann að toppa sér alveg sér, nú hann svolítið ótrúð. Getur Evrópa verið að kaupa vopna Bandaríkjunum áfram? Þurfa að fara að framleiða sín eigin? Ég meina, ég held að niðurstaðan sé svo að þeir þurfa að byrja að framleiða sín eigin og þeir þurfa að framleiða sín eigin flugvélar. Þú veist, þeir eru með sín eigin skriðdrika allan í Þýskalandi og þú veist, að því að, og hvað gerist þá? Ég meina, Bandaríkjamenn eru stærstu útflytjendur í heimi, þeir eru með meira en helming af öllum varnargögnum sem eru send, eða hergögnum sem eru seld í heiminum. Ég meina, þetta högg fyrir dollaran. Þú veist, þetta ekki heppileg niðurstaða. Það ekki, sko, en þetta líka annað sem, við erum að ræða þetta. Það sko, hvernig Evrópa allra vígbúast og fyrst vera út á Rússum og síðan vera að nota Bandaríki núna, sko, og var eitthvað. Ég náði nú ekki að lesa fréttina, ég sá nú fyrirsögnuna en það var eitthvað í fréttunum dag en þú kannski séð það, eitthvað bandarískur hersveitingi var ekki sem var að segja að NATO ætti að undirbúa sig undir stríð við Bandaríkin, sástu þetta? Ég sá það ekki per se en þetta kemur ekki óvart sko en sko Bandaríkjamenn eiga engan möguleika í að stunda hernað í Evrópu. Heldur ekki? En ekki neitt. Þeir eru með hátækni vætari her, þeir eru með betri svona framlínur og svona við erum átt okkur á því sko, þeir eru 300 og eitthvað milljónir Evrópa 600-700 og þeir eru með sterkara artilleri þú veist og eitthvað svona og líka bara þú veist hvað ætlaðir að vinna, hvað ætlaðir að sækja hérna hvernig ætlaðir að fara þú veist í stríð við okkur þú veist, þetta ekki það sem make a sense Nei, það er alveg rétt sko og ég held frekar að það sem að Evrópa á að einbeita sér að vera sjálfbær og ég held að allar þjóðir þetta bara eins og þú ert með heimili þú ert ábyrgur fyrir þínum þú ert kannski með heimili, þú ert með börn og annað þú þarft að eiga nægilega mikið þannig að ef eitthvað katastrófist kemur upp á að þú getur séð þig og þína og að þú getur komið sér gennum erfiða tíma Evrópa hefur sofnað á verðinum þeir lögðu ekki mikið í hernað þannig að þegar stríðið við Úkraínu gerist þá eru þeir það er bara ég meina, Svíþjóð sem var með yfir 700.000 manna her alltaf voru bara á tímabili með konum niður 26.000 þú veist og ég get sagt þér það að þegar ég bjó í Svíþjóð þá bjó ég með manni sem var ráðgjafi á sænska þinginu og við förum með honum og þingmanni á leyniþjónustinu út í Skerragarðinn í Svíþjóð og hittum þar aðmírál og láta hann liggja milli hluta hvort að það hefði verið skipulagt eða ekki en ég man alltaf eftir því þegar ég spurði hann þú veist ef Rússar myndu ráðast inn hvað getum við haldið Stokkólmi lengi hann var bara að hlæja og sagði bara fyrir háti þú veist og þegar aðmiráll í hernum segir það og þá ertu hann bara svona shit, það er bara stað nú veit ég ekki hvort að það hafi verið grín og öllu leiti þú veist er það einhver hálfkæringur sko en enga síður sko að ég held að Rússar sé ekkit þessi risavaxna ógn sem hún sé ég held að Bandaríkin sé rauninni bara reyna að bjarga sínum efnahag þú veist þeir eru bara komin með nýja strategíu þeir eru bara stórveldi þeir eru að tryggja sér sjálfgefa málma þú veist það voru að finna í Grænlandi þeir eru að tryggja sér þá í gegnum Úkraínu ég held að þegar samningurinn við Rússland frið í Úkraínu þar sem að skiptist austur og vestur í gegnum Dnípró ég spáði þessu fyrir 2-3 árum fyrir Frosta og það er líklega það sem að mun gerast að þá held ég líka að við munum sjá viðskiptabönnum aflétt á Rússland og mögulega mun sko Pútín fá einhverja tryggingu sem að mun hagnast Bandaríkjamönnum í því að þeir munum líka fá málma af því að þeir eiga jafnvel meiri málma Þannig að partur af þessu samkomulagi verði það sko að Bandaríkjamenn fái málma frá báðum sem eru sjaldgæfir og skipta máli fyrir hátækni og framtíðina. Erum við að tala lithium málmana þá? Hittar ekki bara lithium? Lithium er eitt af þessu. Sem eru notaðar í þess að tölvuflugur þetta. Núna átti lithium, Kína... germanium og alls konar dót sko. Já, nú átti Kína sko stærstu
svona náttúru auðlindir í þessa málma og Bandaríkjunum var bara upp og þá komin og það kannski þess vegna þeir þurftu svona Bandaríkjuna því að Bandaríkjun þurftu á Grænland til að klippa á naflastrengin við Kína en síðan var að finnast svona málmar núna í Noregi, sástu það? Nei, ég eftir að sjá það Norður að verða fárlega ríkur þetta bara stærsta uppsperðina af þessi málmum Veistu hvaða típa af málmum það sem voru að finna? Það var okkur þessi sem við nota í svona tölvukubba símana, þessi sjálfgæði málmur og svo sko kóbalt og fleiri málmar sem að þú veist eru til dæmis í Kongo og þú veist Kínverjar hafa komið á sinni mjög vel fyrir borðu sko í Afríku þú veist, þeir eru svo sniður sko, málið það þeir eru bara með ákveðna nýlendustefnu sem er svo sniðu sem í rauninni ef þú er stórveldi að því að þú veist þetta er það sem stórveldi gera sko, alveg sama hvort þið finnist það fallegt eða ekki þá tryggir þetta hagsmunir stórvelda sko. Já, nú eru bara, veist, flesti búin að fara þannig í Afríku, við erum talað um Frakland, Spán Bretland, bara öll þessi lönd sko. Þannig að, og einhvern veginn var búið að íta þeim öllum til Suður Afríku, hvítamannunum og reka til Evrópu aftur, eða Bandaríkin þannig að þá kemur Kínverjinn inn bara, hei það til í að vinna með okkur og þeir bara Afríkubúðum bara ekki séns við erum bara loksins búin að losna við það þá gerir Kínverjinn eitt sem það ekki verið gert aður í staðin fyrir bara að taka á með valdi og láta Afríkubúðum vinna fyrir sig þá segir ok, við komum inn með fullt af Kínverjum og þið verið flokkstjórnir yfir Kínverjunum þannig að Afríkubúðum bara og við lánum ykkur peningana helviti sniðuð þetta er kallað Belt and Road og þeir koma með tækin og þeir koma með tólin og þeir jafnveg mennina þeir kunnið ekki þannig að þeir geti lært þetta og svo framvegis og þú pælir í það sem að gera Bandaríkjamenn á stórveldi á sínum tíma að þá eftir að stríðið endar í Evrópu 1945 að þá kemur Marshall-aðstoðin Íslendingar reynda, þú veist, og Marshall-aðstoðin er nefnd eftir þáverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marshall og hann þetta er alveg ótrúlega sniðugt koncept vegna þess að þá basically varstu háður Bandaríkjanum og þú veist stunda viðskipti við þá og þú þurftir að kaupa vörur af þeim en þeir gáðu þér eitthvað eða lánuðu þér fyrir því sko og þannig ertu í rauninni búin að tryggja það að þetta er orðið þitt efnahagssvæði og svo er þetta bara, þú veist, efnahagssvæði þeirra næstu 80 árin eða þú veist 70 árin og við erum það er það sem að gerir Bandaríkin meðal annars að stórveldi að þú veist, Evrópa verður bara efnahagssvæði Bandaríkjana og dollarinn, hann verður heimsmyndin og þar að leiðandi áttu allir dollara og hann var fyrst hindu gulli svo aftengjaði gulli þannig að þeir geta bara prenta eins mikið á dollarum og þau vilja þannig að þeir flytja út verðbólguna þú veist að hluta til að minnstu kosti þannig að þú veist þeir prenta dollara og þú með dollara í Seðlabanka Danmerkur og þú er bara verðþynning á honum þannig að þú tekur á þig þú veist seðlabrentununa ef að dollarinn fellur úr þessu sæti að vera heimsmyndin að þá þýðir að það að þeir geta ekki prentað seðla og flutt verðbólguna út með sama hættu þeir hafa gert. Þetta hefur líka með lán að gera og svo er petrodollarinn, þú veist, það er sem sagt öll olía og bensín í heiminum er keypt með dollarum meira og minna. Alþjóðlegu viðskiptum, já. Já, og þú veist, og þá basically það var lög með það, þú bara mátt ekki annað, sko. Það voru samningar, við sátum Arabíu sérstaklega og þeir sem að þýddi það að það var alltaf eftirspurn eftir dollar þannig að ef það kemur óvissu ástand að þá yfirleitt lækkar allt í verði en olía hækkar í verði og það er svo mikið olíuselt í heiminum og í hverju er hún versluð hún hækkar í verði og þú veist, þá þarf það fleiri dollarar til þess að kaupa olíuna þannig að gengið á dollarum hækkar þannig að dollarinn hefur ekki sem sagt, ef að Bandaríkjamenn ákveða að vera í stríð þá styrtist bara dollarinn sem væri ekki það sem ætti að gera ef að það væri hefðbundin mynt þannig að veist, Bandaríkjamenn geta tapað þessari stöðu til þeirra hratt í núverandi umhverfi og þá verða þeir ekki af stærkt heimsveldi þeir hafa verið og við höfum að einhverju leyti grætt á þessu og þú veist, ég held að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir þegar það hatast út í Trump hefur það kynnt sér kínversku kommunistastjórnina veita hvernig það er, nei, það hefur ekki gert það sko, þú veist, í hvaða heimi viltu búa, sko ég er að horfa á vídeo núna og þetta er bara magnað að það er verið að spyrja núna í Bandaríkjunum, sko og fólk er bara svona vitlist á Íslandi líka þóttu að, þú veist, við viljum ekki viðurkenna það maður sér bara á kommentarkerfinu það er bara hvort myndirðu vilja búa undir stjórninni í Íran eða Donald Trump og fólk er bara, Íran
maður bara í alvörinni Já. bara fólk kynnir sér ekki neitt og það líka þannig á Íslandi þegar maður byrjar að tala vissa hluti, ég ætla nú ekki að fara út eða hér en þú veist, þetta þetta ógeðslega skrítið sem þú tala og þetta nefnilega fyrirlið fyrir ekki að halda áfram en bara sko með til dæmis Ísrael og Palestínu og allir brjálæður daginn, skiljanlega og þá kemur þetta skrítna fólki sér ekki hvað Hamas var að gera það bara hvað gerir Ísrael mælum þarna og Páll Óskar bara ég nenni ekki að tala þetta þetta er svo sturla en þetta er bara gott merki það bara okkur getur ekki tala báðar hliðar mér finnst það svo merkilegt að fólk verður að velja einu hlið og ég held með þessu það eitthvað svona örugglega bara innprenta í okkur eins og ég sé þetta, þá sé ég bara 2 hálfvita bara það þarf að taka ykkur báða og skamma ykkur báða þið eru báðir að hefða ykkur eins og fíl bara í skammakróki með ykkur báða ég get ekki valið en svo gleymist líka eitt í þessu samhengi að því að þú veist, ég hef samúð með því að ég meina þegar það verið að drepa börn og þú veist og kannski 20.000 börn eða hvað það sem dáin þetta er hræðilegt fyrir mér ég vil ekki þetta gerist, ég á móti þessu og sama tíma að þá skil ég líka ef að þú veist að fólk kemur yfir landamærun og drepur fullt af úlingum og börnum og þú veist, auðvitað myndi að vekja reiði og þú veist, þetta er svona skiljanlegt og ég held að þetta sé svona hatur sem að við skiljum ekki sko. Enga veginn sko, ég þekki nokkra sem að fara þarna og ferðast þarna sko og allir sem hafa ferðast þarna síðan talaði því mér finnst það mjög merkilegt að heyra frá einhverjum sem hafa verið þarna og þeir segja allir að sama, nákvæmlega sama þetta er eitthvað svona hatur á nýju leveli Já, þú bara skilur þetta ekki Nei, það er bara, ef þú tala við þá og minnist á hitt og hvernig þeir byrja og þú sér bara augun hvernig þeir breytast og allt og þetta er eitthvað svona, maður hefur ekki séð þetta á Íslandi þetta er bara eitthvað nýtt level það er allir sammála þetta þú sér konur þú veist, konur eru nú yfirleitt ekki að vígbúast og eitthvað og þær eru bara að taka bara með hníf innan á sér og bara þú veist koma og stinga einhvern til bana kannski hermann eða gera tilraun til þess og svoleiðis maður veit bara að hatrið er komið á eitthvað allt annað level sko. Og svo er það líka annað að þú veist þessi trúarbrögð svolítið frábrugðin kristninni og það er náttúrulega þannig í Kóraninum að þú veist þeir leyfa sko gyðinga og kristna að því að þetta er svona fólk bókarinnar en þeir þurfa að greiða skatta og þeir, þú veist, þeir eru skattpíndir sko, umfram aðra Músliminn er múslimur að gera það, fólk sem er islam og þú veist, hann má notfæra sér bænahús þeirra, þú veist, gera það hesthúsum og hverju sem sko, þetta var náttúrulega gert á sínum tíma þegar það var lagt undir sig Norður-Afríku og Spán og svo framvegis og þessi yfirgangur hefur oft gerst og það eru engin kristni menn í Norður-Afríku að viti þetta er innan við % af þeim sem að búa í þessum löndum og þetta hefur minnkað til muna þú veist, það er engin eftir þarna af hverju heldur að það sé það er út af að þeir ekki líft fyrir þetta fólk að búa þarna því að það er ofsótt og vissulega að það má færa bara mjög sterk rök fyrir því að fólk sé ofsótt í Palestínu ég ætla ekki að reyna að verja það ég er ekkit, sko, en svo er bara málið ég þekki þetta ekkit, ég hef ekki verið að setja mig rosalega mikið inn í þetta þú veist ég vil að stríð endi ég vil að stríð í Úkraínu endi ég hef sett mig inn í það alveg bara mjög mikið hitt er bara svo rosalega löng og mikil saga og þú veist það er ofboðslegt óréttlætið þarna á báða bóa þú veist þú ert samt með hryðjuverkasamtök þú veist þau eru sponsoruð til dæmis Íran þetta er endalaust fucking havari en það má ekki samt líta framhjá því þegar að bara það er komið menning fyrir því að hata fólk af kristnum og uppruna og gyðingum og það er svona ákveðin hópur sem að þetta er svona eins og Queer for Palestine þetta er svona eins og Chickens for KFC þetta meikar ekki alveg sens sko. Þetta er gamall og lélugur brandari en þetta er svona og af hverju hefur verið svona þú veist, ég meina við sáum ekki þetta viðbragð í Íran við sáum þetta ekki þegar að vera að útrýma Er það að tala um mótmælendur, hvernig þið bregðast Já, þú veist, mótmælendur og aktivistar og svona við sáum þetta ekki, þú veist það eru mörg lönd þar sem að, þú veist, hefur verið að slátra fólki alveg vinstri hægri við sjáum aldrei þessi viðbragð Nei, þetta er alveg undarlegt Þetta er svolítið svona tíska og eins og ég segi, ég hef samúð með öllum sem að vera fyrir óréttlæti
en hérna mér finnst við kannski ætti að forgangsraða hlutum sem eru nær okkar, þú veist, eins og þetta með Eurovision, ég meina þú veist, mér alveg sama þú höldum ekki Eurovision sko, ég, hérna, þú veist ég ætla að efast það að þú hefur alveg bara fuck, við erum að missa Eurovision hérna, en þú veist ég alveg pínu fegin og þarf ég ekki að horfa það með dóttur minni ég las held í góðan hérna grein hérna, þetta Kolbeinn hérna, dósent hérna við háskólan, hann sagði að þetta var svona frá svona mér svona nokkurn veginn sama úti í, þú veist mér alveg sama, það var svona reyndið sem honum var sama þú veist þetta, en málið það, þú veist að það opinbera stofnanir séu að taka einhverju svona sérstaka utanríkisstefnu á Íslandi svona, mér finnst það rosalega sérstakt að þú veist Reykjavíkurborg sé með eitthvað svona mannréttindaráð og þeir sé að taka einhverju svona, þú veist að séu verið að flytja einhverju svona, þetta er samþykkt hérna og þú veist Reykjavíkurborg, þú veist, pælið þið bara í leikskólum og einhverju skilur, reynið bara að hafa grunnþjónustunni í lagi, ekki þið vera að þykjast vera einhverju utanríkisráðherrar hérna. Sko, mér finnst þessi stefna að vera orðin hræðileg, við þurfum að fara að skipta okkur og rífa kjaft út á öllu og það getur ekki verið gott, ef við erum að setja út á alla stórþjóðunar, alveg hægri vinstri, þá verðum við bara á endunum ógeðslega pirrandi, þú veist, eiga hérna norður allastafinu, það ímyndaði sko við væri alltaf ekki staðir þarna bara, herru þið Íslendingar algjörðu hálfvitar og veist bara alltaf, við erum alltaf að heyra frá við að drulla í öðru endanum væri við bara haldið kjafti maður fær nú að þessu sko held ég og ég held að við séum alveg að stefna það maður bara aldrei séð svona mikið verið að rauna yfir eitthvað útlenskt og heldur þú að til dæmis öll þessi viðvera á fyrir framan Alþingishúsið á Íslandi í að mótmæla einhverju sem að gerast í Ísrael og Palestínu heldur að það hafi raunverulega haft einhver áhrif? Ég held að það hafi ekki verið tilgangur með því. Ég held að það hafi verið frekar tilgangur með því að þeir, og nú ég farin út í samsæðiskenningarna mínar, það hefur verið að sína vald og það er þessi múslimi gerir alls staðar, þess vegna eru tilbyggð út á götum og eitthvað svona. En þetta voru rosalega mikið bara Íslendingar. Hvað segirðu? Þetta voru rosalega mikið bara Íslendingar. Þetta er Antifa, þetta er No Borders, þetta eru sósíalistar, þetta eru einhvern veginn hópar sem eru saminaðar í hatri gegn sko ríkjandi menningu, finnst mér. Sko, ég held að múslimanir sem voru þarna, sem komu mitt frá Palestínu, og það er einn annar sem var hangandi þarna að bera ofan þarna á Alþingi, hann er nú búinn að skvetti málninguna á fréttamanninn þarna, þú veist, hann var þarna líka og mig grunar að þessir hafa alveg haft sterk áhrif á þessa hópa á Íslandi, þeir vita alveg hvað er að gera, bara eins og CIA er að gera í öðru löndum. Og þeir þurfa að koma einhvern veginn svona hei, sjáu okkur, þannig koma þær múslimun inn og þurfa að ríkrúta veika liði sem er hei, ég get pröfa að vera hér og kannski samþykja þessir mig að þeir virðast targeta það fólk til að byrja með, fólki sem passa hvergi inn, já komið hérna og lalala og klappa þeim á bakið, velkomin inn og lalala, þá til eru konum með nógu stóran hóp og þar sem stækkar alltaf og stækkar þannig að ég held að þeir hafa gert sér fullkomlega grein fyrir því og við setjum tjöld hérna, við höfum ekki eftir að breyta neinu en við höfum eftir að sýna Íslandi hvað þessi sterkir við erum og þá höfum við eftir að fá veikjaði að fólki til að ganga í liðs við okkur og ég held að þetta hafi verið meira svolítið þannig en þetta er bara hausinn á mér. En þú veist, ég meina, ég get í rauninni ekkert sagt að þetta sé rétt að ráð sko en það sem maður hefur séð víða er það að það eru hópar sem að einhvern veginn svona ágætist dæmi ég var í Hagkaup og það voru svona fólk sem ég kannaðist við veganistar sem voru að öskra á gamalt fólk að kaupa skinku af því að þau voru morðingjar sko. Og er þetta í Hagkaup? Já, þetta er nokkur ár síðan og þú veist það sem að ég hugsaði var sko þetta fólk hefur líklega einhvern tímann upplifað mikið óöryggi og þurft vernd og þetta er rauninni bara svona ákveðið projection af því að þau upplifðu sig að hjálpa dýrunum en í rauninni eina fólki sem þar meira öryggi og rauninni þú veist þannig að þeim myndi líða betur væri bara að þeim myndi hugsa sjálft sig og bara styrkja sig sko og oft á tíðum er þetta projection ég held að þú veist til dæmis margir svona mjög vinstrisinnaðir maður sér að þetta eru stundum fólk sem að kemur úr alkóhólísku umhverfi og er mjög meðvirkt og þú veist, það vill gera gott það finnst að það þurfa að hjálpa fólki í erfiðum aðstæðum og það er úrslega valid og bara svona virðingavert en málið er að
þú veist, það míkrómyndin að þessu þú veist, ok, ég ætla að fara að fela hérna flöskutarnas pappa, þú veist, eða hvað skilurðu, þú veist, einhverja pillur eða whatever, en í staðinn þá fara að vera meðvirk kannski með einhverjum öðrum hóp og þau fara að fela tölfræðina í staðinn og þau fara að fela niðurstöður rannsókna, þannig að þú mátt ekki benda á, þetta ekki vodkaflaska þarna, þú veist, nei, hættu þessu rugli, skilur ég get alveg drukkið vatn úr þessari flösku, skilur þetta allt eitthvað svona, þannig að var ekki greining frá Danmörku sem að sagði að þetta kostar ógeðslega mikinn pening eða þú veist, nauðganir hefðu bara þú veist, snar aukist allan að samkvæmt Eurostat og eitthvað svoleiðis, nei, þau bara meika ekki og geta einhvern veginn ekki horst í augu við það, þannig að þú veist, þessi hópur sem að vill gera ótrúlega gott einhvern veginn endar í því að það búið að snara auka kannski nauðgunartíðinni og glæpi í Evrópu og samt lítaðu einhvern veginn á sig þess að þau séu ógeðslega gott fólk en þú veist, niðurstaðan bara óyggjandi tölfræðileg niðurstaða að þið eru búin að skyrocketa glæpum sem eru mjög alvarlegir hvernig getið þið litið á okkur sem gott fólk? Það er undarlegt og þannig að þú veist stundum að afsaka pabbi eða mömmu sem að þú veist, í alkoholisma og vondum stað, þú veist þú vilt hjálpa foreldrið þínum og þú veist, þú lítur kannski á það sem að minna mega sinn svona eins konar börnin eða eitthvað svoleiðis en stundum getur bara verið mjög hættulegt að sýna meðvirkni, stundum þurfum við bara að taka reality check og stundum þurfum við að sjá hlutina eins og þeir eru og það sem við höfum verið að sjá að fólk þú veist, og þetta er fólk sem að vill vel ég tek það fram og ég skil það og þú veist, oft þetta bara út af því að það kemur á erfum aðstæðan en svo erum við líka með fólk sem að notfæri sér þetta það er í rauninni verstu típuna og það nýtir sér þetta fólk sko og það er kannski verið að segja heyrðu ok, ég get komið mér þú veist, áfram og ég bara þú veist, ég bara með ákveðið fólk í huga sem að fer fyrir þessum hópum og bara ljúga blákalt og veit alveg betur, skilur þú sér þessar típur, þar eru svolítið áberandi búin að vera síðustu árin ég ætla nú ekki að nefna neina upp núna en það hoppa úr einu umræð yfir í aðra bara, hérna er strauminu núna þá kem ég hér og grípinu straum þú getur ekki haft svona grönnandi áhuga á öllu þessu og þeir eru alltaf þessi sko dispossessed þeir eru alltaf einhvern veginn í þú veist, þeim sem er verið að brjóta á þeir eru alltaf einhvern veginn í þeim hópi fara á milli hópa, þetta er rosalega sérstakt og þú getur kennamerkað þannig, þeir koma oftast með mestu persónulegu árásunar þeir koma inn í hópin og byrja svona að ráðast á einhverja í hinu liðinu bara harkalega svona og enginn innan hópsins má heldur hafa aðra skoðun þú varst einmitt með stelpu konu sem hafði verið í öfgahópnum og hún lýsti þessu mjög vel ef þú sagðir, heyrðu býtu, erum við ekki að fara aðeins svo langt þú veist, erum við með actually bara skilur, þú bara komið þeim í lið og eitthvað svona sko, þannig að þetta verður svona alræðis kúnarhyggja en það er samt merkilega við þetta sko, að ég er með mikinn áhuga bara á mannfólki það er eiginlega einu áhuga almennilega í þessu lífi við erum svo rosalega skrítin maður þessin er þetta áhugavert þannig að þetta er svona mikró og svo makrómyndina en sko nú finnst mér svo gaman að hanga með strákunum að spila ykkur á töluleiki eitthvað síðan erum við með okkar leynifeilu bara grúppur sjálfir og núna er þetta bara orðið venjulegt en á þessum tímum þá var að segja fólki frá þessu og ég er alveg búin að vera að skoða þessar grúppur hjá vinkonum minn og fólk var ekki trúa mér það var bara, herru, ég hef séð þetta með mínum eigin augum hvernig þessir einstaklingar eru að æsa hvern annan upp bara hann getur verið að brjála þér síðan koma þær inn í kommentarkerfið og tæti, ég held að einu gauri sem hefur verið að tala um þetta svona á sama tíma og ég byrjaði að tala um þetta ég ætla að segja að ég byrjaði á undanum en það var Frosti Lóðarsson það var fyrsti maður sem ég heyrði svona opinberlega að tala um þetta hann er nú oft kemur með svona eitthvað sem að hann kemur með bombur og hann kemur með mörg góð teik hann gerir það sko en þá er ég búin að vera að fylgjast með þessu gegnum vinkonum minni svolítið lengi og mér fannst það samt rosalegt að því að tala um bara hvernig fólk getur ekki heyrt sannleika stundum maður var að segja fólki bara rugglaður þetta er ekkert svona bara. Og þú veist, við erum að tala um hópa við erum að tala um grúppur á Facebook og lokaða grúppur og annað við erum bara, og líka bara svona hópar eins og beauty tips þannig eru rosalega mannorsmór og mannorsmiðingar við erum að tala um og það er einhver svona fleiri tips og einhver svona ég hef séð skjáskota að þessu og annað og ég man ekki hvað heitir maðuratips og ég þeirra trúar að langflesta konur eru bara að inni til þess að fylgjast með en svo eru bara, þú veist, það er bara heyrðu, þú veist,
og það bara spurningu, heyrðu, ég þarf að tryggja mig, hvernig get ég fengið sem mest út úr barnsföðu mínum, þú veist, og eitthvað svona, hefur hann brotið á börnunum eða, þú veist, eitthvað, nei, en þú veist, ég vil bara vera örugg, þú veist, og maður bara, þú veist, þú veist ekki með hag barnanna og vissulega eru einhverja konur sem að, þú veist, segja eitthvað, en flestar eru bara svona, vá, þú veist, ég nenni ekki að taka hennar slag, sko. Og þetta gengst upp og við erum með svo mikið svona ótrúlega augljóst ofbeldi sem að færa vera til staðar eins og við vorum að horfa á í Me Too og þú veist þetta voru bara fullt af ásökunum sem voru bara út í lofti og þetta fekk ekkit réttláta málsmeðferð sem að við sem samfélag ætlumst til, þú veist við erum búin að samþykja með lögum Alþingi og þú veist að það má alveg debeita það og segja að þú veist það voru alveg margir sem áttu þetta skilið þú veist það bara svoleiðis en á sama tíma þá voru alveg margir sem áttu það ekki skilið og svo þegar þú getur farið að beita svona aðferðafræði þá bara rosalega mikið af fólki sem getur misnotað þetta þú veist, það kemur Me Too stemning þú pabbi, þú veist, það verið að brjóta þér þú kannski, þú veist, óbeldisfulla barsmóður og hún bara hugsa með sér nú get ég náða ævari þetta bara akkurat tímapunkturinn ég bara ásakan hvað sem af því að samfélagslega stemningin þannig ég fæði það samþykkt og ég meina, ef þú horfir á gögn sem að lögreglu birta, ég meina það snarókst sko ofbeldi ekki að kallmönnum heima fyrir en það var enginn að tala um það er öllum drullu sama og við erum ekki að sjá neina aukning á því að það sé farið og eftir fólki sem að sakar fólk sko með fölskum ásökunum við erum ekki að sjá aukning í því samt rosalega mikið af ásökunum sem eru felldar niður við erum með rannsóknir þú veist, þessi hugmynd það að þú veist, maður eftir það sagði bara, þú veist, 98% segja satt. Þetta var eitthvað svona, þessi Me Too tíma. Og þá var það þannig skóta... Ég trúi byltingin, Já, þú veist, þá kom sér það fram að sem sagt, aðeins 2% kvenna verið sakfelldar fyrir rangar sakagiftir. Ég meina, þá voru líka kannski bara svipað sem voru sakfelldir fyrir nauðgun. Það þýðir ekki það að 98% kvenna lugu, sko. Skilurðu? Og þú veist, sannleikurinn sá að þú veist, við erum með einhverja sakfellingar á hvorum endanum sem bara brota heilda málunum. Við vitum ekki hversu mikið satt. Og þú veist, ef við vissum það, þá væri bara hægt að sýna fram á það og þá væri það bara tekið fyrir rétti. En það var einhvern veginn það var engin sérfræðingur tilbúin að fara í fréttirnar eða afbrotafræðingur eða þú veist, eitthvað svona nema kannski Brynjar Níelsson og bara ræða þetta. Nei, og það var ekki stemning það var ekki stemning fyrir að heyra sannleikann og það var ekki stemning fyrir að ræða málin þú veist, og þannig að þetta var bara vopn og við sáum bara fullt af fólki var hreinsa á stöðum og allt í einu voru mannauðstjórar þeir voru orðnir einhver svona staða þar sem að bara já, ég veit ekki hvort að þú sem réttu pólitíska stofnun þess að vinna í þessi fyrirtæki og allt í einu þeir orðnir bara svona eitthvað valdbeitingatæki inn á stofnana Þetta var sturlað og þetta ennþá svona einhverju leyti sko Jú, þetta er að róast Þetta er búið að minnka helling og menn enn ekki að hlusta á þetta og það er náttúrulega bara búið að ásaka þú veist bara flesta eitthvað og þetta er náttúrulega bara orðið hálfgert rugl og náttúrulega ömurlegt en þegar öllur á botnin hvolft þú veist var réttakerfið okkar eitthvað bætt Ég get sagt þér það, ég held ef að þú veist, þú hefði bara tekið bara einhverja nefnd, bara vísindamenn og eitthvað og sagt bara, heyrðu, gerið þetta kerfi betra, búið til legapróf, takið bara state of the art equipment, takið 20 spurningar, það verður bara staðlað á alla, það verður kalibreraður próf, þú veist, þú hefði kannski fengið hærri sakfellingatíðni eða þá þú hefði getað hrætt fleiri mál, þú veist, förum á eftir fólki sem með falskar þú veist, sem með rangar ásakanir ég meina, þú veist, það er mikilvægt við hljótum að vilja það í burtu við viljum samt ekki hræða fólk frá því að kæra, skilur þetta þarf að vera byggt á einhverjum gögnum og sliðis veist, af hverju var ekki hægt að byggja actually betra kerfi við fengum ekkert betra kerfi við erum með sama fucking ömulega kerfið þannig að var þetta ekki bara svolítið valdbeitingarherferð Þetta var það sko, en við verðum líka að líta á það að kæra nauðgun sko eiginlega bara ennþá svolítið tiltölulega nýtt á nálinni. Þetta gerðist ekkert í gamla dag, það fórst ekkert á kæriði nauðgun. Það var bara, það var eiginlega bara, eða varst kona, það var bara, þú ert bara lauslátt, drullaðin heimdín, skilur við, þannig að það er ennþá verið að berjast fyrir þessu og... Sem náttúrulega ljótt, skilur við, hræðilegt, og sko, það er auðvitað, við getum aldrei skilið, veist, sett okkur í spor einhverja konu sem búið að nauðga það er bara ómögulegt, við getum ekki skilið það
og eins fræðilegt og það þá komumst við ekki nálægt í en fyrir þannig mannski við erum búin að ganga í gegnum það og fara síðan og kæra það, fara til læknis láta skoða allt þarna sem bara ég get ímyndað með að það er örugglega versta í heimi að láta snerta sig eftir svona upplifun, það hlýtur að vera hryllileg bara tilhugsunin við að fara að gera það er svo margt í þessu sem þarf eiginlega svona hvetja bara ef þú lendir í þessu, farðu kærðu bara farðu strax og kærðu strax en síðan annar póll og þetta kemur frá lögreglumanni sem ég þekki síðan ég ætlum ekki að nafngrina en talaði við hann þetta og hann sagði mér merkilegt hann sagði að það er svo erfitt að lesa í þessi mál að því að það er oft konur sem er að reyna að hefna svona kallmönnum með því að kæra það fyrir nauðgun og nú veit ég allavega 2 alveg 100% dæmi og veist, maður heyrt fleiri en ég get ekki sagt 100% var það en ég veit 2 allavega og í bæði skiptinu á konun að halda fram í manninu sínum og bara oh shit og alltaf er hann að redda sér bak við hot þannig nei ég sá ekki, hann nauðgaði mér og annars skiptið þá viðurkenndi hinn það en sko hinn viðurkendi það ekki en málið var að hún var í partíi og allir jakkanir voru inn í svefnherbyggi og allir sátu í stofunni þannig að ef þú opnaðir hurðina í svefnherbyggi þá sátu allir í sófanum að horfa hér og hún er ónánum að hossast skilur þannig að ég veit ekki alveg þannig að voru bara basically vitni að því já, sá bara ok, þú ert ekki að nauðga konu ef hún er ónæður að hafa gaman skilur það eru fjörmörg mál þú veist, ég man eftir einu máli þar sem að bróðir félagsins leið mér að klára sko, síðan fyrir mál en það sem þarf að gera í þessu málum algjörlega er ef það kemst 100% upp að kona er að reyna að hefna sín svona á einhverju manni eyðileggja hver ástæðan það á að fangelsa mér finnst hún eigi að fá sama dóm og nauðgarinn myndi fá ef hann yrði kærður fyrir ég sammála þessu þetta verður að setja og ekki bara til að refsa konunum heldur bara til að fæla þér í burtu frá því að vera búið til svona bull sjálfsög átt að fá refsingu fyrir það þegar þú reynir að eyðileggja líf einhvers annars á óseki þetta er bara brútal ofbeldi en líka til að koma í veg fyrir að það sé gert að svo konur sem virkilega lendi nauðgun eigi bara rétt að sjálfsögðu og þetta er náttúrulega bara árás á konur sem verða fyrir kynferðislega ofbeldi að nota þetta svona, það er ekkit annað og konur eiga náttúrulega bara hatarar konur sem að misnota svona það sem skil ekki, af hverju brjálast er ekki út í hina konur sem gera þetta það eru sumar sem gera, það eru sumar sem að vera sko fá algjöran fucking viðbjóð á þessu sko já, mér finnst það ekki nógu mikið sko nei, kannski ekki, en þú veist ég þekki ekki alla konur en hérna þú veist, þetta eru ömuleg mál og þú veist, þetta er svo mikið svo er þetta líka svo mikið tilfinningamál að þú getur sagt eitthvað sem að bössa fólk svo rosalega þú veist, að það er rauninni fólk heyrir ekkert endilega það sem maður hefur að segja en þú veist, ég las akademíska rannsóknir á sín tíma því mér fannst þetta alls saman svo sérstakt og mér fannst þetta bara vera náttúrulega eins og eitthvað psyop sko og hérna, og þú veist svona einkenni eru býtu, þú mátt ekki question eitthvað þú mátt ekki ræða það eða má bara hafa eina skoðun eða má bara fjalla eina hlið skilurðu? Sem er að verða svolítið í dag já, þú veist, þetta eru, þú veist, hann hérna hvað heitir hann hérna, hann var hjá Rókan og einhver fleiri, þetta er svona gæi sem hann basically var að sjá svona psychological operations, CIA og einhver svona stofnurum í Bandaríkjunum og hérna hvað heitir hann, eitthvað Hughes og hann hérna hann var að tala þú veist, hvað eru einkennin og þú veist að það var þetta sem ég er að nefna og þú veist það er aldrei eitthvað sem er fer umræða eða má ekki ræða skilur þú veist og þú veist við höfum séð þetta með til dæmis transumræðuna til dæmis þegar Snorri fyrir í hérna hvað var það hérna eitthvað á RÚV og kannski ég var að Kastljós eða eitthvað, ég man ekki hvað heitir ég horfi ekkert á það sko þá hérna kemur bara fram hjá henni að hún vilji ekkert sem sagt að það sé almenn umræða þetta því þetta sé svo viðkvæmt efni getur fyrirgefðu, megum við þjóðin bara hafa skoðun á þessu og megum við líka fá að vera með það vilt þú bara fá að ákveða allt þetta er rosalega skrítið þetta er rosalega skrítið nálgun í lýðræðislegu samfélagi og vera svo að kalla hann fasista á sama tíma og þú vilt ekki leyfa honum að hafa skoðanir eða fá að koma fram þetta er raunin bara algjör sturlun og hérna þú veist ég vil bara börnum allt fyrir bestu ég held að við höfum bara vera með lækna í því
og þú veist, greinendur sem eru ekki háðir einhverjum svona propaganda til þess að rannsaka mál að komast að bestri niðurstöðu sem best fyrir alla. Já. Og veist, ég held að það sé svona lykilatriði. Þetta farið að menga vísindin, þetta farið að menga alls konar niðurstöður. Það varandi akademísku rannsóknar, varandi sakfellingatíðni, að þá las ég nú einhverjar samantæktarrannsóknir sem vildu benda á það að þeir teldu að, þú veist, minnir að það verið 6-8 frekar en 6-10% sem að þeir töldu að væru, þú veist, algjörlega gefið, þetta var svona bilið, líklega eitt staðalfrávik sem voru vissir að voru rangar sakagiftir, þú veist, hjá einhverjum stofnunum í Vesturheimi. Það voru svolítið síðan ég las þetta en þú veist, ég hvet fólk til þess að fletsa upp og kynna sér þetta vegna þess að þá áttar maður sig á því betur, þú veist, það var bara verið að bera í mig alls konar kjaftaði og ég treysti þessu fólki. Ég held að þetta fólk var að vinna að heilindum og hversu margir heldur þú að hafi fundið sig í því að taka þátt í einhverju svona þegar þeir heldu að fólk var að segja satt og reitt frá. Svo kemur þetta fallag fram, ég meina, þú veist, hún reyndist bara að vera legakvændi, sko. Yep. Þú veist, og akkurat þessi narsisisti sem við vorum að tala sem að nýtti sér meðvirkafólkið, sem að nýtti sér fólkið sem að var að gera eitthvað í góðri trú, skilurðu, þú veist, og meðvirkafólkið þetta oft, sko, sem að kemur frá brottum heimilum, þetta oft fólk sem að fer í störf til þess að hlúa að öðrum og leggur lífsitt í það, þetta oft hjúkrunarfræðingar, þetta oft leikskólakennarar, kennarar og fullt af bara mjög þörfum stéttum og manni finnst svo ljótt þegar þú veist, þegar að það svona notfær sér góðmennsku annarra með þessum hætti. Já, það bara, þetta svona virðist vera múæsjúkur sem skynsemin og röksemdin fer stundum út úr gluggan. Það að kemur bara eitt kór saman og bara já. Nei, mér hefur ekki því að lendi í því að þú heyrt eitthvað hræðilegt, þú bara orðir fokkin brjálaður. Sko, ég fór þú nokk sem orðið brjálaður. Já, það kom fyrir. En sko, fjölmiðlun náði mér einu sinni. Ég fór mótmæla nauðguna íbúðinni í bænum, bara búið að sleppa þessum mönnum. Ég var fyrir framan löggustöðina bara að mótmæla og síðan þetta sá ég myndina úr íbúðinni. Sér útbúin íbúð til nauðgana. Já. Það var bara klikkast að fyrirsögn eða. Þetta var rugla og hvort það hafi staðið eitthvað þetta líka eða eitthvað í fréttinni en allavega eins og þau settu þetta á að maður bara þetta er bara eitthvað Pulp Fiction dæmi í gangi, sko. Það er bara, hvað er að gerast þarna og sem var þetta svipa á ein handjárn Nei, og ekki það, sko. Þetta voru einhverju, þú veist, sem sagt lögmaðura af því að þetta var svo mikið bull ákvað að laga út málskökunum. Já, hann labbaði líka í gegnum íbúðuna og tók vídeo af allir íbúðinni og bara mjög snirtileg íbúð, sko, og síðan komst maður að því, já, þetta var rosalega, hún var, ég veit ekki hvernig þetta mál endaði. Þeir voru sýknaðir. En það hlýtur að vera, sko, var hann ekki Þeir þetta flýti úr landi samt, sko? Þeir flúðu landi og ég heyrði ekki staðar hvort það hefði verið í fréttunum frá vini mínum, hann þekki víst þessa stráka og hún hefði verið bara í peysinu hans daginn eftir að borða Sirius og allt í góðu, kom fram, sko. Og fór, þú veist, systir hann kom að sækja hana og hún var langt fram yfir hádegi að borða mat með henn, bara eitthvað svona, sko. En þarna allavega hleypi á mig og, sko, verði alveg brjálaður og fyrir fram á lögustöðuna og síðan þegar ég sé þetta, þá er ég bara, what the hell, maður, og þetta örugglega alltaf að gerast aftur og aftur og aftur, sko. Ef ég man rétt, þá var þetta þannig að þetta var fólk sem var í sama skóla og hún fer heim með 2 gaurum og svo byrja sér satt sögurnar að hún hafi farið heim og verið með 2 og þú veist, hvort sem að það gerðist eða ekki og þá verður bara nauðgun, skilur og það þú veist, breytist og ég var ekki ég ætla ekki að dæma það er ekki mitt að dæma. Nei. En það er svona, já, þetta er allt saman svolítið sérstakt, sko, og eru nokkuð svona sérstök mál, sko. Þetta var líkt og já, það er bara þetta er svo viðkvæm umræða sem við erum að fara í, maður vil ekki segja neitt, en þetta er allavega eitt af þessum málum og síðan var reyndar annað mál sem ég man eftir og þetta var einmitt á þeim tíma þess að ég trúði alltaf, ég held að margir eru svona langt fram eftir, ég trúði alltaf að konur myndu aldrei ljúga og það var ég var alveg komin í tvítut þegar ég áttaði maður bara að það var einhvern veginn, ég var bara með þar á þessum stall að það er að vera miklu betri heldur en við kallmennir, núna skiptir engum alveg
hvort þið kallaði konu það skiptir ekki máli með kyn, þú ert bara fáið þú ert fáið Já. en Einstaklingsengjar, þú bara metur fólk bara hvernig einstakling út frá sér. Já, sko kominu vandræði, ég held að samt talaði um þetta áður en það var ein konu sem æst okkur allavega upp bara það lent í ógeðslu og bla 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 þannig að við strákarnir fórum bara og spjöllum harkalega við hann svo orðum að komast og hann endaði illa en síðan komast það að þetta var allt bull hún var bara að hefna sín á honum en hún vissi ekki að það myndi ganga svona langt það var þarna sem ég var svona hei, þetta evil þú veist og þá fór maður aðeins að opna augun sko, síðan kom svona Svo er líka gott að átta svo einu að þegar þú ert maður með burðuðan karlmann að hann getur beitt líkamlega ofbeldi karlmaður sem er ekki burðuður og er bara þú veist mjög weak hann er mjög ólíklegur til þess og þegar þú komið með konu þá er hann ennþá ólíklegri til þess og þær beita ofbeldi svo allir aðrir en þær þurfa að gera það með einhverjum öðrum hætti og þær hefna sín með öðrum hætti og þetta er eitt formið af því þarna eru þið og þú veist og konur, ég meina, sko, kallmenn haldar rosalega margir að þeir séu nú alveg með tögl og haldir og konum og viti sko að þeir bara nei strákar það er bara ekki þannig það er miklu sko, það er svo miklu auðveldara með að lesa fólk heiminum fyrir þeim er miklu hættulegri heldur en heiminum fyrir okkur mörguleiti og þær þurfa að geta lesið fólk og þær þurfa að geta komið í veg fyrir hluti og þær þurfa að geta stýrt fólkin og veist, þær hafa alveg eins og við mynduðum líkanlega styrti þess að gera ákveðna hluti og það mynduðu þær hæfileika á ákveðnu svið Já, það er líka bara þróist, það er bara í gegnum mannkyns söguna þá þurftu þær að þróast svona og það er þróðust bara svona og þú veist, þetta er bara nákvæmlega sér að segja þú veist, þetta er bara þróunarfræðin og hérna, þú veist það er miklu svona, að meðaldari miklu auðveldara með að lesa í svipriði, lesa í viðbröð lesa í hvernig fólki líður þú veist, það, ég meina það er, þú veist fólk getur alveg fundist eitthvað en ég lít bara á það sem staðreind sko. Og það þýðir líka að þú átt auðveldara með að manipuleita eins og þú átt auðveldara með að sjá hvaða tilfinningar er einhverju upplifa og hvernig þú getur fengið það fram og svoleiðis sko. Og það getur verið rosalega mikill styrkur þú veist þannig að við allavega sjáum að það mörgu slíku hefur verið beitt í gegnum tíðina og ég held að við þurfum að vera alveg eins og við þurfum að vera á varbergi gagnvart ofbeldissegðum karlmanna að þá þurfum við líka að vera í svona auknum mæli að gefinni ástæðu og að það sem við séð hlutin að fara svolítið út af brautinni meiri sé Helgi Hrafn, þú veist hann er kall feministi þú veist, ég er nú ekki góða reynsla af þeim það er svona ég ætla ekki að kalla hann narsissista því hann er nú félagi minn og ég veit hann er góður maður en ég tel mig vita hann er góður maður. Ég held hann sé góður maður, ég held hann sé bara alltof æstur, hann þarf aðeins að slaka á og hugsa álið til enda. En veist, ég segi það, ég hérna að minnstu kosti að þá segir hann þeimmis í podcastinu í okkur hérna að þú veist að það hefði verið prjónað yfir sig það var bara gengið og langt og það var farið að beita aðferðafræði sem á ekki viðgangaskakvar nokkrum hópi mér finnst það skemmtilegt og mér finnst það flott hjá honum að því að þú veist það að geta sagt hei þú veist við fókuðum upp hérna og við þurfum að passa þetta og þú veist nú þurfum við að recalibrata það er flott ég get séð respektið á því sko það er hræðilegt að sjá það þegar hann kom hann fram og skrifa þetta og það var rosalega mikið bara veist þú ekki fyrsta sæti á þessu og eitthvað svona bara hei ekki núna fara að sparka í liggjandi mann sem er eiginlega þjóðarsport Íslendinga það er bara maðurinn er að taka sig á og þú greinilega varst í hinnu liðinu en núna þegar hann ætlar að koma í liðið þitt aðeins það ætlar að sparka honum tilbaka það er röngköðun að sjálfsögðu er það bara fáránlegt sko. Þetta er bara líka svona bara bitur og annað hann er alltaf að breyta rétt og þú veist, við verðum að geta hérna, við sem samfélag að við eigum bara, þú veist, þeir sem að breyta rétt og reyna að gera betri hluti og reyna að leggja gott til þessa samfélags mér finnst mikilvægt að spyrja sig bara svona, þú veist, alveg sama hvaða pólitísku skoðanir þú hefur þú veist, hvað myndi þurfa til þess að ég breytum skoðun ef það er ekkert sem geti fengið þess að breytum skoðun það er þetta ekki skoðun, það er þetta trúarbrögð þú veist, og hérna þá er eitthvað, þú veist, þá ertu ekki að fara rétt að, sko, þú veist, það er ekki rökfræði, þú veist, þá ertu bara
Þú verður að vera opinn fyrir einu skoðun, þú verður alltaf að skoða þér, en það rosalega mikið núna á báða boga, bara nei, ég bara með þetta, ég ætla ekki að skoða þína hlið. Já, ég vil ekki hlusta á því, sem virkilega strákur sem ég hef alltaf borið mikla fyrir sko, hann sendi á mig skilabóðum daginn og eitthvað, við vorum að spjalla og hann segi, ég sá, heyrði og sendi mér hljóðskilabóð og ég hlustaði á 10 sekúndur en ég, þú veist, þá bara fattaði ég strax ég var ósamanlegur, ég var bara svona, ég hugsaði bara með mér, ok, galli, en ef þú ætlar aldrei að hlusta á hina hliðina, þú veist, ef þú ætlar aldrei að hlusta á það sem aðrir hafa til máls að leggja, þú veist, hvernig getur þú haldið í fram að þú sért eitthvað annað en fordómafullur? Það bara þannig og líka sko, það gott að kynna sér hina hliðina, af því að segjum að við værum hérna sikkur megin, allavega gæti ég reynt að tala þig mína hlið og svona debata það aðeins og þá myndi ég kannski sýna þér ljósið, en í staðin bara, nei, ég ætla að loka á þig, verð þú bara þarna megin, ég skil ekki heldur þessa hugsun. Ég á vini sem eru bara, sko, allt annars staðar á spektruminu heldur en ég, sko, og en ég get rætt við þá. Og við getum verið alveg ótrúlega ósómálum hluti og svo kemur kannski ljósa við erum sammála einhverja hluti og þeir bara sjá heiminn öðru sem ég og þeir eru með önnur gildi og svoleiðis en í gegnum það samræður, það hefur verið oft á tíðum þar sem hefur mótað mínu skoðanir þannig að ég er svona, heyrðu, já, þú veist ok, þú veist kannski var ég með þetta 90% rétt en ég þarf að breyta til og ég lít ekki þannig á að ef að ég þyrfti eftir þennan þátt eða einhvern annan þátt eða eftir einhverja gagnrýni sem ég myndi fá á mig einhvers staðar að ég þyrfti að breyta skoðun ég myndi ekki líta á það sem slæman hlut, ég myndi bara hugsa með mér, já, þá ég allavega bara aðeins minna heimskur skilurðu, þú veist, þá er ég komið með réttari skoðun heldur en ég var og það skrifið rétt átt ef að ég eins og var ákveð að reyna ekki að bæta mig þá eitthvað að sko, þegar þú heldur að vitir allt þá ertu fyrst orðinn heimskur því að það hættur að þroskast og það hættur að verða gáðari einstaklingur það bara, og maður sér suma sem bara stoppuðu þar tvítur, ég kom með þetta og þeir eru ennþá bara mæti vinnu og borga reikningun og halda þessi lífið og læri ekkert meira heldur en það síðan allt í einu bara okkur líðum svo illa á maður þú þarft að dafna, en það fyndið samt hvað fólk orðið extrímsamt í sikkur áttina, maður aldrei séð og svona eins og eitt góð vinn sín búin að þekkja meiri hluta æfuminnar meiri en helming sko þannig að ég sko alltaf ég hitta hann þá var ég alltaf að tala um Trump og bara svo ég var að samfara hann sem ég ekki að ég væri mega Trumpisti ég búin að segja hann í dag en hann var bara búin að búa til skoðun á mér þannig að hann ekki ennþá komið tilbaka hann hætti bara að tala um mig hann bara, ég get ekki síðan sé ég núna stundum á vefnum bara alveg brjálaður þetta Trump sko en ég fannst það bara svo fyndið að ég held að ég er búin að sjá hvað Trump gerir þetta heldur góð stefna sem hann er að setja hér bara alveg var brjálaður en sko þessi polarisering, já þetta hefur aldrei verið svona þessi gjá sem núna og þess svona koma aftur eins og í byrjunna það er mjög langt síðan en það hefur verið svona já reyndar sko ég er bara að tala meðan ég var mig það er sko Þetta já, fyrir seinni heimsstyrjöldina, fyrir fyrstu heimsstyrjöldina, og það umhverfi núna, þú veist að segja að þú kynnir sögu, þá sérðu það, umhverfi sem að skapast mjög hratt núna og þá erum við að tala um samfélagi í heild sinni, ekki ríkisstjórnirnar sjálfar, sem þær eru líka á þessari stefnu, sko, en þetta eru nákvæmlega sömu merki hjá samfélagunum sem voru fyrir hina heimstyrjaldanar. Það fara allir í sína hópa og síðan bara alveg að detta í borgarstyrjöld, síðan byrja borgarstyrjöldinin, síðan kemur neisti og síðan verður allt brjálað, bara virkilega brjálað. Og þetta virðist alltaf endurtaka sig, aftur og aftur, og við getum alveg ferið langt aftur í tíman og þetta virðist alltaf gerast aftur og aftur og það bara eins og sé spennt upp í mannkyninu, bara eitthvað mannlega höfðun og sem bara trillist af. Revjum þetta aðeins upp sko, en þetta er ógeðslega góð punktur þar. Og þú veist, 1929 þá kemur stóra kreppan sem að byrjar í Bandaríkjunum og Wall Street og svo dreifust hún yfir Evrópu og er svona gangi yfir 29-31 og kannski aðeins lengur. Og fyrir það, þú veist, þegar að Weimarlýðveldi var í Þýskalandi eftir fyrir heimsstyrjöldina, þá búið að vera gífurleg verðbólga og þú veist, þá búið að taka af þeim allar helstu auðlindirnar og þeir áttu að borga stríðskaðabætur, sko, eins og by the way, þeir voru að plana fyrir, sko, Rússa að gera, þeir myndu tapa Úkraínu, þeir ætla bara að taka copy-paste á fyrir heimsstyrjöldina sem á olli seinni heimsstyrjöldinni. Þetta er bara svona, þeir eru ekkert búin að læra, þú veist, þetta virkar ekki.
en gott og vel og það sem að gera síðan að út af því að það búið að vera kreppa, út af því að fólk upplifir ósanngirni, út af því að það búið að ganga á auðlindir fólks og af því að búið að taka þær og aðrir voru að nýta sér og svo framvegis að fólk missir trúna á lýðræðinu og það koma alls konar flokkar upp, þú veist, það voru kommunistar, þú veist, bolsevikarnir voru búin að vera í Sovétríkjunum og það greip sér hræðsla í Þýskalandi og nasistarnir í rauninni voru með, þetta rosalega vinstri sinnað, en þeir ákveða að vera nasjólistar í staðin fyrir globalista og þeir svona, það svona ýmislegt annað, þú veist, það var í stefnu flokksins að þjóðvæða, þú veist, þeir gerðu það aðeins öðruvísi, þú veist, þetta var kallað privatization, þú veist, einkavæðing en það voru bara menn innan flokksins sem að fengu að eiga fyrirtæki og ef þeir voru ekki að framlega það sem að Hitler saði þeim þá mistuðu bara fyrirtæki sitt, þannig að þú veist, þetta var í eðli sínu bara þjóðvæðing, sko og þannig að þú veist, já, þetta eru svona vinstri alræðisstjórnir og þær verða vinsælar einmitt þegar það kreppa og þegar að, þú veist, og þegar að fólk fer ekki kreppu og það einhvern veginn ekki að leysast úr því að þá missir fólk trúna og þá svo líklegt að eitthvað svona gríp sig og það sem ítir líka undir það auðvitað farsóttir, þú veist og náttúrulega spænska veikin þarna 1918 og þannig að það svona margt og það svo óbáslega margt að gerast og þú veist að það verður svona multipólar sko, þú veist og það einmitt það sem maður sér helst sko, og fólk eru svo brjálað á móti hinum pólum og allir byrja að rífa svo rosalega og það sko, sér bara fyrir COVID, það var ekkert svona og veist, ef fólk hefði þessu svona samfélagsmiðlum fyrir COVID aðeins að þess að Me Too að byrja allavega undan COVID það komið eitthvað svona, jú, reyndar eitthvað þannig en þú sást samt ekki svona magnu eins og núna og allir bara að trillast yfir öllu og saminuðust kannski einhverja algjöra ritskoðun og athafnafrelsi bara fór og þetta var gert í krafti sóttvarnalaga og það var einhver svona algjör hystería sko, gagnvart í þetta sko, og maður að tala samt sko, ekki bara á Íslandi það líka erlendi, bara maður fylgist mikið með hvað að gerast í Bretlandi og Bandaríkjunum sérstaklega og þar sér maður að Bandaríkjunum alveg bara það alltaf að fara að springa þar eins og maður lítur út fyrir að vera sko. Með við fréttaflutningin já, en þú veist þetta náttúrulega svolítið eins og ég skilja að bundið við Minnesota og já, þú veist það það sem ICE reyna að handtaka Chicago, New York, það nú búið að vera svolítið mikið umræði í Chicago líka sko. Já sko ég sé mest frá Minnesota undanfarið Já, núna, það var komað á Chicago, núna var þetta þessu svindlum, þetta eru rosalega svindl sem eru búin að vera í gangi þetta eru einhver stærstu svindl bankisögunar þetta eru svakalegt og þú veist, þetta eru billjónir, tugir billjóna bandaríkjadólar sem er náttúrulega ekkert eðlilega upphæð sko. Ég sagði heldur góðan punkt á þetta og nú eru sómalar veist, ekki taldið gáðast að fólki samkvæmt svona IQ-tölunum það er allavega Sverrir Helgason prófaði nú að segja þetta einhvern tímann og það voru einhver ósammála þessu en ég veit ekki, ég sé þetta bara ég þekki þetta ekki en allavega þá fólki sem þetta er allavega tölurnar sem hafa verið birtar í einhverju vístatímaritum og svoleiðis og það kemur, þetta hefur ekki bara með kynþátt að gera, þetta hefur náttúrulega með næringu og næringaskort og alls konar hluti að gera þannig að þú veist, örfinn heilans og svona bara, þetta var menningin, það var enginn að taka litin inn í þetta sko gott á segir það bara því að nú er einhver sem alltaf að taka lífið fyrir þetta sko nei, það er til alveg mjög heimst hvít fólk sko, það er alveg heimskar sómálar en allavega sko að skipuleggja svona þú þarft að vera að fluga á þér til að skipuleggja svona svindl þetta er talið sko að vera gaman að sjá hvað kemur úr þessi Minnesota að vera að tala um að ríkisstjórnin sjálfa og þá sé involvu í þetta og þessuna eru svona brjálaði núna bara burt með æs og vilja ekki fá neinn afskipti og hann er að tala sko sett þetta bara eins í samhengi þetta er aðstofa forseti sem að hefði orðið ef að Kamala hefði verið kosin, Tim Walz og það er fullt af fólki sem að var að svindla sem að var að borgin kostingasjóði á hvaða tímapunkti í lífinu ert þú að svindla og miklum peningum af sko einhverfum og af leikskólum og eitthvað svona og ákveður að styrkja demokrata það er alveg pínu weird ég ætla ekki að vera þú veist
fellingum dóm á það en maður svona hugsa með sér voru einhverja forsendur þá fyrir því að þú fengir að svindla ég veit það ekki sem það væntanlega og sko gæti verið og þá kemur ég inn á þetta ok, nú erum við að sjá þetta og nú sjáum við þetta gerast aftur og aftur og aftur í útlöndum en samt höldum við aldrei að þetta gerast á Íslandi af hverju það? Þetta gerist 100% á Íslandi alveg 100% en hver að rannsaka það? Enginn Jú, ég þekki menn sem að rannsaka þetta Nú það? Já, og meðal annars þú veist að ég hugsa að við munum alveg sjá eitthvað svona koma upp í þessum anda þú veist, til að mynda þú veist, flóttamenn, ef við tökum flóttamenn þú veist, þetta fólk sem að koma með mjög erfiðum aðstæðum og það er kannski pólitíska vernd og svona það náttúrulega fólk sem hagnast á þessu þú ert kannski þú veist, hér húsnæðisskortur þannig að þú getur slegið upp eitthvað hús eða fengið undan þá og keypt eitthvað drasl og gert það upp og þú getur leigt þetta upp og uppsprengtu verði ég leigt þetta út og ég veit að það voru menn sem voru inn að nálgast þú veist hverju voru leigusalar og þá var það allt í náttúrulega persónuvernd sko, persónuupplýsingar þeir munu fá þetta að lokum sko en var áhugavert að það hefði verið reynt að fela eins og það var eitthvað leyndamál hverju að leigja ríkinu íbúður eða þú veist heimil þú veist maður bara svona síðan hvernig það var persónuvernd en svo líka þú pælir í þú veist innflytjendastefna sko þegar þú kemur með rosalega mikið af fólki inn í land segjum bara þú veist að veri 5% aukning hvað gerist? Það vantar húsnæði ekki það var eftirspurn þá hækkar húsnæðisverð hver græða? Húsnæðiseigendur og væntanlega græða þeir mest sem eiga mest af húsnæði þú veist, einhverju sem eiga vel af peningum og hvað, þú veist, og svo þegar þú skildir nú ná ríkistyrkjum, ekki ríkistyrkjum þetta ríkisamningum að þú veist að þá ertu bara með cash money í vasan, garantít, alveg saman hvað gerist, þú getur kannski fengið 5 eða 10 ára samning, ég veit það ekki þannig að á sama tíma er það sem hefur keyrt áfram verðbólgu á Íslandi samkvæmt Seðlabankanum eða bróðurpartinn af henni það einmitt út af því að það hefur vantað húsnæði þannig að þú veist, það mætti segja það að þetta hafi verið klúður vegna þess að það ekki byggt nægilega mikið en gott og vel, byggðu ekki nægilega mikið við vorum samt með, þú veist, 60.000 innamenni eitthvað sem voru bara konstant að byggja þannig að þú veist, aukningin hefur bara verið með þeim hætti að það réðst ekki neitt við neitt og innviðirnir brotnuðu niður og nú orðið þannig að þú veist fólk ekki að læra í skólum virðist vera, fólk lærir ekki að lesa og þú veist strákar eru með þú veist sem að klára gagnfræðiskóla þú veist þeir geta 50% geta lesið til gagns og mér langar bara að taka fram að ég hata ekki börn þú veist ég að vitna í skýrslu þó Gunnar Smári kannski haldi það þú veist en þú veist að því að ég held að ég var illa við öryrkja því ég benti á þá tölfræði að já, samkvæmt skýrslu sem var gefin út af sérfræðingum hjá samtökum skattgreiðenda ég held að það hafi reynda verið einhver annars Kristinn S.F. Helgason sem vann skýrsluna runnið fyrir Sameinuðu þjóðirnar og policy analyst og fleira skilur upp búin að vera í þessu í áratví að þetta byggt á opinberum gögnum og þá er þess að 23% af konum sem eru örorkualdri það er þess að á vinnualdri 18-67 ára og voru á örorkulífeyri eða endurhæfingarlífeyri og menn heldur það að þetta var einhver svo tilbúningur hjá mér eða eitthvað eins og ég hefði einhverja sérstaklega skoðun á því hver tölfræðin væri ég var að draga hann út úr raskatin á mér en ég hringdi nú í þess að stráka sem að skrifa skýrsluna þetta ekki Kristinn og fekk það staðfest að þetta rétt þannig að Gunnar getur bara tekið þetta og tróða þessu það sem að sólin skín ekki en málið er að það er nú aldrei fyrir að grípa fram mér en ég sá þetta með Gunnar og mér fannst það svolítið fyndið að því að mér er gaman að fylgjast með honum, hann er svo brjálaður hann er alltaf brjálaður, alltaf að skrifa eitthvað en síðan kemur með þetta og maður er nú haldið bara ok, þú ert í þessari stöðu það er allt búið að ganga á hjá þér og maður haldið að hann myndi vanda sig kynna sér málið áður en hann myndi fara að skjóta þetta niður ef hann væri að vanda sig þá væri líklega ekki verið að saka hann fjárdrátt hjá sósíalistaflokknum og svona það er endar ekki og þú veist, það er einhvern veginn allstað sviðir jörðin eftir hann og þú veist, kannski ég veit ekki, kannski er hann framheilaskaða þú veist, kannski bara getur hann ekki stoppa sig allan að fara að líta þannig út fyrir mér en þú veist, ég er ekki að fella greiningu sko en svona, þú veist hann er í einhverjum hvað var hann ekki, hann var að baða sig upp á fötum og eitthvað svona ég veit ekki, ég hef líklega gert það einhvern veginn öðruvísi en
en það bara ég sko ég veit ekki alveg hvernig lyktina eftir það sko en varðandi þetta með þú veist örorkun og örorkulífeyri og allt það þú veist að við vorum að tala um þetta í því samhengi að við höfum áhyggjur af þróuninni að fólk var í auknum mæli að lenda á örorku, við vorum ekki að draga ályktun af því hversu það var að gerast en það áhyggjuefni ef að stór partur af þjóðinu er komin á örorku og það og í þess tilfelli voru þessar konur ég minnir að próstan að vera 13% köllum, ég veit ekki af hverju munurinn ég ekki að reyna að segja að það sé út af þessu eða hinu, ég bara segja að þú veist þetta eru skrýtnatölur, mér var brugðið við að lesa þetta og þér ábyggilega brugðið að heyra þetta veist, og ég skil fólk sem að questiona þetta ég gera það líka, ég meina ég hringdi í höfundaskýslunni og ég spurði það þessu og ef að fólk vil finna eitthvað að því þá getur bara að hata höfundaskýslunar en þú veist, ég er bara vitna í gögn og ég var ekki að segja þetta af hatri, þetta er svona eins og ég var að hjóla í öryrkja ég er að segja þetta samkennd sko Já, þú mátt ekki tala um þessu hluti, það er bara þannig það má ekki ræða á, það er rof viðkvæmir Já, þú veist, samt bara, þú veist, horfðu með svo COVID. Í COVID að þá varstu við neyddur til þess að fara á bætur. Þú máttir ekki vinna. Og þú veist, þú kemur á Breiðholtinu. Það voru margir eflust á bótum í kringu þau í Breiðholtinu, þú veist. Og það var mikið að félagsíbúðum og svoleiðis þar. Og ef að fólk byrjar að vera á bótum, þá hefur það tilhneigingu til þess að festast á bótum. Þannig að allt í einu tókstu bara alla þjóðina og pressaði hann á bætur. Já. Þú veist, þetta svolítið hættulegt. Þetta stórhættulegt. Og þú veist, það skiptir einhver máli hver það þú veist, hvort sem ég og þú veist, getur bara fólk getur einangrast, getur orðið, þú veist, bara, þú veist, það, og þetta niðurstaðan. Og ég held að sé tengingar á milli. Ég er ekki með einhverja vísindalega niðurstöður en það er bara mín persónulega skoðun fólk getur þó bara hata mig fyrir það eða finnst einhver ástæða til þess en ég er að segja þetta því að mér finnst þetta vera áhyggjuefni Það er engin spurning að þetta valdi því að einhverjir hafa farið á bætur og að vera svona einangrun er bara sumir geta það ekki það er bara geta ekki einangra sig svona og þeir brotna niður andlega og það er ekkit auðvelt sko fólk fattar ekki stundum þegar þú ert veikur á geði og veikur andlega og viðkvæmur andlega að þegar þú brotna niður þá jafnvel endurhæðing og jafnvel allt það nærður ekki tilbaka þú ert bara farin og eina sem er í boði fyrir þið á er að fara svo bara drepir ekki svo getur fungir að vera til það ert að fara á sterk geðlif sem koma líka bara í veg fyrir og getur gert eitthvað þú ert eiginlega bara svona svolítið sósaðar og ert þá bara heima aukning í fíkniefnaneyslu var náttúrulega bara í algleymingi þarna og þú veist og það er bara fyrir nákvæmlega suma ástæður og þú nefnir þetta er 100% gert fyrir fjöldun og við sáum sjálfsvíg bara taka skarpa sveiflu upp á við og við sáum ópíóðaneyslu taka skarpa sveiflu upp á við ég var á sínum tíma þegar ég var í doktorsnámi í líf og læknavísindum sem ég tek fram að ég kláraði ekki en þá var ég að rannsaka fíkn meðal hans og það sem að ópíóðar gera er það að þeir taka frá þér tilfinninguna sem sagt einmannleika og það er svolítið sérstakt að á sama tíma og þessi bylgir að ríða yfir að það voru ópíóðar mjög ríkjandi skilurðu að því að þú veist þetta er ekki það sama og önnur sterk efni þú veist þetta er ekki sama sem áhrif þannig að það virðist vera að það hafi verið ríkjandi verið að svona kompensata fyrir þeim áhrifum og við vitum líka svona ef þú lest þetta með svona CIA rannsóknir svo MK Ultra og svoleiðis þá voru þeir að prófa að einangra fólk og þetta bara skyrocketa líkur á hjartasjúkdómum og öðru þannig að þú veist þín líðan og þú upplifir einangran eða einmana þú veist og það er náttúrulega miklu verra fyrir fólk sem að er kannski ekki introvertar og kannski extrovertar og búa einir þú veist, þetta hefur ekki sama áhrif á þá og sem að voru kannski bara, þú veist, þægilegir heima með konu og börn og þú veist, þú voru bara að horfa á sjónvarpið og þú veist, þetta var bara kannski betri tími, fjölskyldan bara sameinaðist og eitthvað svoleiðis, sko. Hinir voru bara í gæsluvarðhaldi, sko. Þú veist, og ég þekki bara marga sem að upplifðu bara hræðilega tíma í þessu svokallaða félagslega gæsluvarðhaldi sem að þeir voru hneftir í og það, olli, þú veist, ég misti félaga, skilur. Það er bara staðan. Ég ætla ekki að segja að það sé alfarið því að kenna, að sjálfsögðu ekki, en þú veist, það hafði áhrif. Ég er alveg samfærður um það. Já, það er hræðilegt að vera á maður. Sko, síðan líka faktorinn bara
fyrir ekki að hoppa úr þessu Já, maður veit ekki ekki mál. alveg hvernig maður fer frá þessu yfir í annað sko. Nei, þú það veist, er svona en life þarna goes on. samhryggist Já, takk. en sko það er þetta líka held sé ekki mikið talað um það en þegar þú ert á þessum aldri 13 til 16 ára þá þarftu félagskap, þú þarft að hitta fólk alveg pottið, sko. lítil börn geta komist upp með að vera með fóreldrunum en þú ert einhvern veginn úlingsárunum þá þarftu svona, Já, þú þarft bara árekstra og samskipti á móti hvora öðrum, Sem að- ekki nóg á netinu félagslega sem að Já, kemur af með því að félagslega heilinu þroska. er að þróa svo rosalega Já. á félagslegu Já. hliðinni þarna á þessum aldri að krakkanir þarna, ég held að þeir beri bara ör á sálinni út af þessari einagrun sem voru á þessum aldri, þessum eftir æfinar missa að ákveðna þroska út af þessu þetta var rosalega rugglað og ég hef oft heyrt samsæriskenningar á þessum tíma bara, já, þeir eru að pröfa hvað þeir geta komist langt með að vera bara í fasisma hvað þeir geta brotið Ég meina, þú veist- mannréttindalögin. Ég skil bara fólk bara mjög vel sem að hugsa það. Í dag skilja Af því að maður fullkomlega. bara að horfa á þetta og maður bara hversu langt ætlaður að ná að ganga. Ég Já. er með þannig persónuleika að ég question allt. Já. Og hérna, þú veist, ég tók ekki bóluefnin ástæðan fyrir því var að ég var búinn að fá veiruna og ég er lífefnafræðingur og ég veit að ég kom með ónæmi fyrir veirunni ég hugsaði bara með mér af hverju ætti ég þá að fara að dæli með bóluefni líka, þú veist, það er ekki gagn í því Já. og þú veist, ég á þessum tíma er ég að fara í viðtöl með alveg sér Frosta, Harmageddon og eitthvað svona og sem vorum að ræða COVID og þú veist, það kemur í ljós að maður var sannspár með bara mjög margt ef ekki bara allt sem við vorum að spá fyrir sko þetta var svakalegu tími og ég held að við sem þjóð ættum virkilega að endurskoða þessa sóttvartan löggjöf og hvernig við myndum bregðast við núna ef að svipa myndi gangi yfir þú veist, hún hefur ekki tekin einum breytingum Sko, ætlum við bara að bregðast eins við ætlum við bara að nota sömu lög ætlum við bara í alvörun að gera það höfum við í alvöru talað ekkert lært ég held að við ráðum svo ekkert ég held að það sé bara stórveldir sem segja bara nú hefðu eitthvað svona í þessu aðstæðum og annars bara kannski ef við getum allan að reynt ég við held getum að- allan að reynt sko, Ég held þetta er að svona það verði svipað eins og málið, einhver sko. ræðist á þig og þú reynir ekki einu svona að slá frá þér hvernig heldur þið líði með það er allan að, þú veist, make a fucking effort það er bara íslenska leiðin í dag það er alltaf verið að taka okkur í raskati og einn eða annan hátt einhvern veginn af ríkisstjórninni og við nennum ekki einu svona mótmælagi sko. Nei, þetta er orðið rosalega breytti tímar frá því að sko Bandaríkin ákvaðu bara að fara hérna í stríð út af því að það hækkaði einhvern skattinn og te 5% eða hvað það var sko veist, það var bara Boston Tea Party og öllu hendi sjóin og gæjum var tekin og bara held yfir hann heitri tjöru og sett fýður á hann og hann dóskilur þú veist, þetta var bara smá skattur við erum að vinna fyrir ríkið sko meir en hálft árið og líklega þú tekur alla virðisaukaskatt allt inn í fyrir meðal mannin og þá eru við ábyggilega að gera það mun lengur þú veist, þú sérð ekkert rosalega mikið og af þeim peningum sem þú sérð þá ertu samt að borga fullt af skatti sko, maður spyr svo oft hvert fyrir allar þessu peningur ok, ég myndi skilja að við værum með her en við erum ekki með her á Íslandi við erum með svelt kerfi, heilbrigðiskerfi og við erum alltaf og það heyrum alltaf þess að típisk afsökun, já, við erum með svo gott velferðsvið nei, þú veist, ok, Danmörk er með hér, Svíþjóð er með hér við erum með geðveikt gott velferðsvið, miklu betur en okkar og þeir eru með alls konar stuðninga líka, þú veist við hinn á þessa sem við erum ekki þú veist, þannig að maður fyrir að spáði, ok, með þessar þjóðir sem við erum að bera okkur saman við, þá erum við með rosalega mikið á sköttum hérna og samt er eins og að sé ykkur rísa stór leki þarna út það er, maður skilur þetta ekki og sérstaklega núna bara undanferði og veist, og er bara konar að koma en síðan kem ég bara inn á þetta hún er svo hrættur að fá eitthvað meiðar á sig eitthvað en ég bara skil ekki til dæmis eitt og ég held að þetta sé ástæðan við sjáum bara seðlabankastjórinn hvað er þessi maður að gera í seðlabankunum? Nú vil ég bara segja opið út okay. Ég fyrst, endilega og hann var bara í fyrsta sæti á hruninu og ljúganda íslensku þjóðinni bara kortir í hrun, bara ja, allt í góðu við þurfum bara að gefa í eitthvað bara allt í fínu hérna og vissi að auðvitað bankanum væri að fara að hrynja hann er þannig bara að ljúga að þjóðin hann er í greiningadeild fyrir bankan hann er yfir greiningadeildinni það getur ekki verið að hann hefur ekki vita hvað það var að fara að gerast og samt auðvitað kemur hann og lýgur á þjóðinni hvernig getur sá maður verið seðlabankastjóri í dag og þegar svona fólk, Lárus Veldi komin inn í bankan aftur og þegar þetta fólk færa sem setti bara landið, var bara fyrsta sæti að setja landið á hausinn
þegar það fær að vera þarna eftir að sýnt hvað er spilt það auðvitað er eitthvað leiki. Ég meina þú ert náttúrulega með konu sem er ráðherra í dag sem að sagði sko þegar að stærstu svona fyrirtæki í heimi sem að meta þú veist vera að meta svona hvað heitir það lánshæfiseinkunnir sko banka og ríkja og þeir voru svona að benda á að þú veist að það væri nú ekki nægilega gott hjá Íslandi þá kallaði utanríkisráðherra bara eftir því að þeir fara í endurmenntun og eitthvað svona þú veist það er bara til og vídeo þetta er ekki þetta er fyndið sko þetta verður svo fóstbræðar skell sko. Já þetta er það sko og þú veist hún greinlega vissi ekki betur kannski vissum betur ég veit það ekki en já það er alveg pínu komískt að ég elska þarna gaurinn á fyrir ég gríp fram fyrir bara þetta kom bara flashback þarna hvað heitir hann Ingur sem var þarna stöðin þarna sem hann voru með hann var gamall alltaf fullur þarna já sem var með bingolotto hann var með bingolotto kom að gera grín af hvað hann ekki franska konan sem kom hérna í hrununni kjálfærilega hrununni að skoða hlutina hann er að sjá hann er með glirun hérna og síðan sá maður hann var nýkoman á Spáni leit út þessu humar sko hann var svo rauður sko ég elska hann að mann sko ég hló svo mikið hann var svolítið blautur hann var mikið blöður, en ég er mjög gaman að hann sko, hann var alveg snar sko. Já, ég held að sé hérna Ingi Hrafn Já, en þarna samt sem áður sko ég myndi segja að vera klárlega leiki og ef það er bara svo erfitt þetta kerfið er þetta skrifað af fólkinu sem stjórnar og samstæðiskenningar enn og aftur sko það er bara viss hópur af fólki sem á bara Ísland þetta er bara fyrirtækið þeirra og annarkvort er boðið partíð ekki eða þú fær brauðmólun og heldur að sérst fara að vera með en þú þegir yfir í að því að þér langar að vera með og ef þeir sína er það langt inn sko og þannig held ég bara að hlutunum sé að hátta hérna og búið að hátta hérna síðustum áratugi og Evrópusambandið sko, ég var hlindur í út að ég hef þessu skoðun og svona er Íslandi stjórnað, við erum bara algjört sauðfé hérna, alveg gjössanlega, það er alveg fílitur að brjóta á okkur með bankalán og allan ánskotan innan sko. Heldur þessi hvað öðru sé Evrópusambandið? Hvað segirðu? Heldur þessi hvað öðru sé Evrópusambandið? Nei, það er sem ég er að segja sko, ég var hlindur í. Ég ætla að fá að henda inn hérna snöggast á, þú sagðir varst hlindur ESB, viltu núna frekar sem 51. fylki í Bandaríkjanna? Ég sagði það ekki. Ég veit eiginlega bara eins og heimurinn sé að stefna þá vil ég bara svona, hei, hefur ekki bara svona aðeins að þegja og láta okkur hverfa bara sem Íslendingar í smá tíma og farið þið síðan og njúki hvern annan og síðan þegar það er allt búið þá komum við heim að vera með aftur. Sko, ég held að sko, þú veist, ef að það veri rétt sem þú ert að segja að það sé elíta sem stjórnar Íslandi og það sé elíta sem stjórnar Evrópu og jafnvel Bandaríkjunum að þá er þetta raunin bara spurning hvaða elítu viltu velja það er bara þannig og það er náttúrulega bara svona spurningin við fórum yfir áðan hvernig staða tjáningafrelsis var í Evrópu hún er slæm að því leyti til myndi ég frekar halla með til Bandaríkjanna já það er samt svo ótrúlega sé sko að því að það virðist bara alltaf vera þannig demokrata replikata þannig að þetta virðist vera sjónaspil heldur en eitthvað annað bara hei láta þessa hérna til að halda ójárnaðinu og höldum öllum að rífast og þeir eru snillingar Bandaríkin sko, það er alltaf að tala um Norður Kóru og svona áróðusbull og eitthvað, PR, áróðars Bandaríkin eru meistarar, þeir eru bestir í þessu það er mynd sem að Norður Kórea gerði Vestuveldin propaganda ég mæli sterklega með henni því að það var þetta séð út úr sko linsu Norður Kóru og það er ótrúlega fyndið og það er alveg stórkostlegt að sjá en já að sjálfsögðu að hafa stórveldin alveg saman sem Rússland, Kína eða Bandaríkin, ég veit breyta líka þeir voru með þetta, þú veist, þeir hafa áhrif á fréttaflutning, þeir hafa áhrif á kosningar í öðru löndum, þeir hafa áhrif á þú veist, það er alls konar þannig í gangi og ég meina, þú veist, það er bara declassified information sko, nú er þetta bara skjálfest og opinber gögn af hverju myndir að halda vera ekki þannig í dag? Myndir sem þú horfir á, þættir sem þú horfir á þeir eru búin að vera stunda þetta í marga áratugi þá eru þar með svona í undirmeðunduna þennan propaganda þú fattar ekki einsinni en þeir breyta samt hugsunin þeir eru búin að rannsaka þetta hægri vinstri það eru 2 forsætisráðarir í Evrópu að minnst fyrir Frakka og Breta sem að fara gegn utanríkisstefnu Bandaríkjamanna sem að hafa lifað af eða lifað af í pólitísku skilningi hafa þú veist verið út kjörtímabil og það er de Gaulle
þegar hann fór á móti NATO og svo var það forsætisráðherra Breta þegar hann fór allan á tímabundum á móti Suez-skurðinum og þannig að þú veist með öðrum orðum, það eiginlega bara gerist ekki og núna þú sér að Starmer á móti þessu og Macron á móti þessu hvað er Macron með mikið approval? 14%? Hvað er Starmer komin í? Hann er komin undir jafnvel 14%. Þú veist, það er engin séns að Starmer sé að fara að halda völdum. Þú veist, ætli þetta séu bara allt tilvíðanir. Ég efa það, ég held að þú veist, það sem ég held að hafi gerst með Epstein-skjölunum er það að þeir ákveða að birta þau ekki og ég held það að ef að Trump hefur verið mjög pólitísk klár segjum bara, gefum okkur það hann að ég hef ekki verið í skjölum þá var hann hugsað með sér, ok leiðin hjá mér til þess að eignast djúpryggið það er að birta þessi skjöl ekki og segja við það, ok, þið annarkvort vinni með mér eða þú veist skjölin fá að fljúa og þeir hafa ákveðið að vinna með hann sem þýðir það að hann á núna djúpryggið sem þýðir það að hann getur núna haft áhrif á hvernig Evrópumenn að fara að kjósa og hvað að fara að koma út úr því og við sjáum bara frá gögnum frá 1980 að Bandaríkjamenn hafa beitt sér alveg gríðarlega og haft áhrif á kosningar og reynt að hafa áhrif á útkomu og jafnvel, þú veist, það hefur verið slandur fólk, þú veist, þetta er allt þekkt aðeins stoppaði bara í einu sekundu þetta er samt, ég hef ekki búin að heyra þetta áður en sett upp svona, þetta er samt alveg skemmtilegt þá fyrir maður að hugsa, ok, strákurinn sem skaut þarna í eyrað á honum, djúpríkt þannig komið góð ástæða að þeir hafa sendt hann til að gera það og hann auðvitað voruð brjálaður, þú veist, fight þetta er svona meikar allt sens ef þú setur þetta í þannig samhengi það er þetta að setja í svo margt samhengi og svo sjáum við líka, þú veist, það eru hægri flokkar út alla Evrópu að rísa sem er svolítið í takti það sem er að gerast í Bandaríkin en við erum líka átt okkur á því að það er alveg, þú veist, eðlilegt að það sé að gerast með við það sem að er undan farið, sko, þú veist, þegar þú tekur og ákveður og koma ótrúlega mikið af fólki og það er farið að verða erfitt fyrir kerfið að standa undir sér og fólk fyrir að átta sig á því að þetta er ómögulegt og þú veist, það verður að mæti sem einhverjum hætti að þá náttúrulega fer fólk að vera á móti því. Þetta eru ekkert hægri flokkar, þetta eru bara nationalíski flokkar þú veist, eru móti innflytjendastefnum almennt, þú veist, þetta er ekkert hægri þetta er ekkert endilega einhverju frjálslyndir íhaldssæmi flokkar sko. Þetta er einhverju hluta flokkar sem hægri í dag Já, þú veist, það er bara vinsælt að kalla allt hægri einhverju hluta vegna, þú veist, en það er svona open border liðið sem er búið til þá en það er alltaf öfga hægri, ég sko öfga hægri samt er ég ekkert á móti innflytjendum og þú veist, eitthvað svona, þeim er alveg sama, þeir kynna sér ekkert hvaða sjónamið þú hefur sko, þú veist, ég meina eins og við erum með podcast við Bjórkasti og Jón Þormar sem er bara svona, hann er eiginlega bara vinstri maður, hann er bara svona verkalýsgæi, hann er alltaf í einu öfga hægri, þú veist, þessi gæi er ekkert í svona hægri sinnaður sko og hann er eiginlega bara í liði, þú veist, hann er bara ekki vók, þú veist, og hann er kannski líkar í Sólveig Önnu eða eitthvað svona, þú veist, þannig og þegar við komin út í það að svona klassískir vinstrimenn svo Sólveig Anna eru farin að segja hei, þú veist, þetta er bara rugl, hætti þessu kjaftaði þið eru bara að vinna með einhverju elitukerfi þið eru ekki að gera neitt fyrir fólki í landinu og þú veist þetta dót er að hafa verstu áhrifin á, þú veist, lægstu stéttirnar og þú veist, þetta er að koma verst við þær, þetta er að koma verst við unga fólki, þú veist, þú er búin að keyra upp fasteignaverð fólk getur ekki keypt sér íbúðir, þú veist, verðbólgan er að aukast þú veist, fólk getur ekki stofnað fjölskyldu getur ekki eignast börn og eitthvað og fólki sem átti íbúðna fyrir þegar þetta byrjaði það situr bara einhverju gullormi og hefur bara drullu fínt og það svona flautar út í loftið og lætur eins og það viti ekki að því en þú veist, ég veit alveg hvernig það eignast þessi peninga sko þú veist og þið hafa rosalega þægilegt en þú veist það ef það myndast einhver þjóðarsátt þá þarf náttúrulega að verða einhver leiðrétting hérna sko þú veist, fólk verður að geta keypt sér íbúður fólk verður að geta að lifa lífinu og eignast fjölskyldur og svo skilur enginn í því að fólk sé ekki eignast börn Það er nefnilega nákvæmlega það er bara fasteignaverðið er orðið svo farlega mikið en ég vil ekki setja það bara inn á innflytjendurnar Nei, það er ekkit og líka það er leigufélagin en höfum eitt á hreinu að sko, ég myndi aldrei kenna innflytjendum það þess að ef ég var í þeirra stöðu þá myndi ég gera nákvæmlega saman þeir sko, og þannig að þú veist þetta er policy-atriði og þetta er líka því að það var ekki nægilega mikið framboð á lóðum sko. Og svo er þetta tala um leigufélögin og þú veist, þau er líka kertu verið sko. Já, þau spila sterkt inn í þetta í dag og ég er mjög hræddur þessi leigufélög því að ef þú ert ríkur þessi fólk átta sig ekki á að flestir eru bara ekki mikið að pæla í þessu eins og þú sagðir, þú ert forvitin og þarfst að skoða allt þú veist, og þú ert greinilega mjög vel greindur Ég er svona að reyna að skoða allt, ég vildi að vera eins greindur og þú, en ég allavega Ég veit ekki, en ég reyni allavega að skoða allt. En sko, og
En síðan tek ég eftir í að fólk ennþá einhvern veginn með þann hugsunarhátt eða þú segir að þessi ríkur að sé með stóra peningu upp að inn í bankanum. Það ekki að vera ríkur. Það ef þú áttu rosalega mikið af fasteignum, hlutabröðum, bara eignir. Það að vera ríkur. Þannig ertu metin. Ef þú ert með einhverja risa peningu upp að í dag í banka, þá hrýnur það, þá ertu bara... Það engin sem gerir það, fólk bindur það í fjárfestingar, sko, og sérstaklega í verðbólgusamfélagi. Og núna, ef ég ætla að vera með ógeðslega góða fjárfestu og láta meta mig, og þessi gaurar eru svo rugglaðir, venjulega fólki bara svona, ég flottari bíl en þú, og ég að köpa með betri bíl, þú veist, hann með stærra hús en ég, ég þarf að köpa með stærra hús, þannig venjulegt fólk. Þetta lið ég kom með 1000 billjarða í verði, ég metin á það, þú bara, ég þarf að fá 2000 billjarða, þannig hugsa þessi gaurar. Og hvernig gerur það? Eitthvað breytist bara. Þetta bara leikurinn þeirra, þetta ríkumannaleikur. Mikið meira, það alltaf svoleiðis. Þannig að þú stofnar, leigufélag og reynir að kaupa eins mikið eignum á getur, af því að það mun rífa þig svo rosalega upp í verðgildi. Og þetta það sem ég svo hrættu við að núna allir ríkugaurinni byrjaðar að gera þetta í gegnum þessi félög þetta sem þeir eiga og þeir eru bara íta verðmyndinu svona upp og þetta á eftir að vera krabbamenn. Þetta hræðilegt krabbamenn. Mér finnst það gott allavega það sem Trump var eitthvað að berjast á móti þessu. Hvað sett hann aftur? Ætlaði hann ekki var eitthvað að þú mátt ekki eiga eða hvort að BlackRock mætti ekki kaupa fleiri leiguíbúðir hann var að setja sig einhverja takmarkana eða ekki já, hann var að setja ykkur, ég man ekki en sko, ég held að fasteignaverð nú eru náttúrulega yfir 2 milljónir búin að vera deportaðar frá Bandaríkjunum þannig að leiguverðið farið að lækka og væntanlega fasteignaverð með því við erum náttúrulega að horfa fram á það hérna Glæpir að lækka þar? Já, morðtíðni hefur aldrei verið lægri í Bandaríkjunum hún búin að lækka frá 20% núna síðan í byrjun 26 held ég samkvæmt einhverju nýli 26, já, spáði því sko en hún hefur sko aldrei verið lægri bara ever í Bandaríkjunum spáði því maður þannig að þú veist það allan að virðist vera að og mun líklega halda áfram að lækka en það virðist ekki nema þú veist þeim fleiri verið drepnir í Minnesota þetta svo mikið geðviki náttúrulega þú veist það eru þjálfaði mótmælendur og ég ætlaði nú ekki að fara aftur í það sko en þessi leigufélag og allt það þarf náttúrulega að vera sko ég var að tala við Jón Baldur um daginn Hannibalsson og þú veist útrúlega merkum maður og hann var að tala þú veist, hvernig Breiðholtið var einmitt byggt upp og þú veist, þetta voru, þú veist, hvernig það var fjármagna og hvernig það var gert. Ég búin að vera að segja undanfyrir, þetta eina sem við þurfum núna, við þurfum annað Breiðholt. Það það sem Ísland þarf. Og í Svíþjóð var svipað svona átak, sko, ekki ólíklegt að þetta komi það, sko, að það var, þú veist, ég man ekki hvað hét, þú veist, það var eitthvað svona The Million Project eða eitthvað svona, þú veist, ég ætti að enska og þá byggðu þeir húsnæði fyrir 1 milljón manns. Og þetta voru allt svona háar byggingar sko, þú veist, og þú veist, það var bara sömu tekníkarna notaðar, bara copy-paste, það var bara eitthvað sem virkaði og þú veist, og fjölskyldur fengu bara flottar íbúður, þetta voru þóttu mjög flottar íbúður í sínum tíma, þetta þótti ekki vera, þú veist, þetta þótti ekki vera neitt drasl sko, þú veist, þetta þóttu bara mjög góðar íbúður, þetta var byggt að lífeyrissjóðunum, þetta var Verkamannabústaðir í Vesturbænum? Þannig að þú veist, sko ég held allavega að þegar að mögulega langstærsti parturinn af verðbólgunni sé fasteignaverð að þá þarf að gera eitthvað í því sem ríkisstjórn og þú þarf að vera með þú veist, eitthvað alvöru plan og veist, þú gætir reynt að auka lóðaframboð, þú getur farið í svona aðgerðir, þú getur sett þetta af stað og á sama tíma, þá þarftu kannski að fá með 5.000 atvinnulausa útlendinga á landinu, þú veist, getur ekki sett einhver neyðarlög að þú veist, við þurfum að fá þá bara meðan allavega ná með þessari verðbólgu niður, skilur við og þannig að fólk geti aftur farið að fjármagna íbúðar þess að fólk kemst ekki inn greiðslum að því verðbólgu er svo há eða þú getur við sitið með gaurunum sem ráða þessu að því að þið allir í sama partíinu og tala bara, við erum bara okkur alltaf að vera á mörkunum til að halda verðinu uppi og þá höldum við leiguverðinu uppi og ég skal selja þér 2000 íbúðir viðbót og ég vil fá 20% hagnaðinum á því og síðan skulum við halda áfram að borga húsalögubætur svo höldum verðinu alveg pottið hátt uppi, skilur og sem þeir fá það á lokum sem þeir fá á lokum drákuðir svindl, svona Minnesota svindl í gangi það er ekkert annað sko. Þannig að
Ég held að það sé frekar málið sko, og það svona vantar bara að trillist allt bara út með þig hérna, seðlabankastjóri sem alltaf ógeðslega sveitur af því að hann veitur ég þarf að kynna mér þetta betur sko Nei, þetta ok, ég bara að tala ég myndi vilja sjá meiri hérna og betri efnaðarstjórn, mér finnst þessi ríkisstjórn núna hafa haldið mjög illa á spilunum, mér finnst hún ekki hafa framkvæmda sem hún sagðist að gera og ég held að fólk þurfa að gera sér grein fyrir að það tenging við útlendingamál og pressu á fasteignamarkaði og það ekkert mál að leiðrétta það en fyrst að það fækka aðeins þá getur þú náður verðbólgunni niður þeir eru búin að ná verðbólgunni niður og þú eru búin að mæta eftirspurninni þá getur fólk alltaf að vera að koma að því gefnu að innviðirnir haldi og að því gefnu að við séum að bjóða upp á almennilegt nám, að því gefnu að við séum að bjóða upp á þá heilbrigðisgæslu sem að við teljum vera ásættilega og svo framvegis. Þú veist, ég held að við þurfum að taka svolítið svona þroskaðari og svona aðeins fullorðislegri umræðu á þetta sko. Þetta þarf að vera ákveðin samfélagssáttmáli. Það ekki bara hægt að kalla þetta rasista, fasist og eitthvað svona. Þú verður að eiga einhverja uppbyggilega umræðu sko. En eins og þetta stefnir þá þetta bara að verða verra eins og það lítur út fyrir að vera við erum alltaf að vera brjálæri bilið að vera meira og meira á milli það mjög undarlegt að vera búin að fylgjast með þess að þetta líka gerast svo hratt síðustu 2 árin ef að verðbólgan heldur áfram að hækka og ef að skuldasöfnunin eykst ef að heimilin hafa það verra að því að þú veist að tala hvernig fasismi og allt þetta og allræðishyggja í Evrópu hafi byrjað eða hafi alltaf byrjað alveg sama hvert þú litið í heiminum þú veist hvað sem að byrja með kreppu hungrinu það alltaf hungri og þannig að ef þú skapar upplausnarástand að þá náttúrulega verður óstöðuleiki og við þurfum að ná almennri stjórn á þessu og við þurfum líka að því að við erum að tala um sjálfstæði og hver að ráða þú sko, ef þú ert með opin landamæri þá hefur hugmyndin sjálfstæði enga merkingu og þú veist, það svolítið sérstætt að fólki sem var að tala að það þurfti að virða mörk sko í MeToo og það þurfti að virða mörk þarna og þessi mörk og hinn en við getum ekki virt ákveðin mörk bara við landsteinana þú veist hvað ég meina þetta er svo galið ég er búin að hlæja svo mikið þessu því ég sé sama fólki, við þurfum að vernda tungumálið og við þurfum að vernda íslenska menningu síðan opin landamæri maður svona, þú veist ekki alveg hvað mótsagnakendur þarna já, það er nefnilega málið sko og svo að gera ekki greinamun á því að vilja passa upp á þú veist, sitt samfélag og sitt hús og þá innviði sem að við höfum byggt upp Já. Að heilbrigðiskerfi, menntakerfi þú veist og við erum með ellilífeyri, við erum með elliheimili og við viljum sinna öllum sem best í þjóðfélaginu að geta einhvern veginn ekki séð að það er bara mjög gott að hafa umhyggju fyrir því og vilja passa upp á það og það er það sem við eigum að gera og þegar við erum búin að gera það þá getum við hjálpað öðrum og við eigum að hjálpa öðrum ef við getum hjálpað öðrum en það þýðir ekki það að þú hatir aðra það bara gerir það ekki og það að stilla því þannig upp er bara ótrúlega barnalegt að mínum mati sko. Já, líka fyrir utan það sko að segjum að þú sért bara að hanga heima þér með börnin og þú fer ekkert að hleypa einhverjum ofbeldismanni inn til og bara hei, hvað er til að þetta með börnunum mínum og þú veist ekkert hvort hann getur ráðast það þú vilt aðtöða og þekkja mannin og undan það er svona líka að hafa opin landamæri og ekki að skoða baksögu hjá fólki ég skil ekki þá hugsun þegar það verður að berjast fyrir því það virkar svolítið meðvirkt úr alkohólíku sambandi svona eins og við erum að fara rauk fyrir að vinstri menn gæti verið upp til hópa sko. Ég skal koma eina betri fyrir fólk sem líka barnlaust Ertu tilbúin að sem kona tilbúin að bjóða kallinn heim til þín á date sem fyrsta date eða viltu fyrir ekki að hitta einhvers staðar fyrst og fá meira upplýsingar um hann Já, einmitt, viltu vita þú veist að hann sé þú veist í lagi, viltu þú veist kannski einhver vinkona en þekkja en eitthvað svoleiðis, þú veist það virkar mjög óvarfærið að byrja kannski ekki allavega á neutral ground sko. Já, bara séðan líka verður að taka til þess sko að ok, segjum að hver sem þú ert í einhverju landi og þú ert búin að gera einhverju hræðilega glæpið þarna og þú þarft að flýja því að á að drepa þig frábært að vera til Íslands, hver þetta leita þér hérna við höldum alltaf að við séum stærsta land í heimi og allir séu að fylgjast með okkur en það er allir bara eitthvað, hei, þessi álvar þarna norður aftan það er eitthvað við erum bara, við erum bara afreka mikið ég reyndar ekki pælt í þessu en þegar þú segir það að þá hugsa maður svona með sér já, ok,
fólk á flótta getur nú verið á flótta undan alls konar hlutum öðrum heldur en kannski bara pólitísku ástandi sko. Þetta maður bara, það er svo margt sem getur verið að flýja undan skilur. Og þarna kemur bara þeimiss hjá mér, þannig er ákveðin barnaskapur og verður ekki búin að hugsa þetta til enda. Já, þú veist. En þarna þarf að vera að tjekka á baksögunni hjá fólkinu, bara okkur ertu að fara frá þessu landi og síðan bara sendur eftirspurt þar og þá bara, nei, hann getur verið sendið tilbaka og drepið þar, okkur, kannski drapa hann eitthvað þar, kannski er hann eitthvað barnamorgi búin að drepa 5 börnina og veist, okkur skoðuðu það ekki, hvað er hann að flýja og síðan líka bara veit ég það alveg að það er búið að vera að hleypa inn glæpamennum inn í landi sem eru búin að fremja glæpi í Evrópu og ég ætla nú ekki að taka neitt hérna með því að nefna landið, það er nú búið að hrauna yfir en það er nú þetta eina alrætamasta landi, ég held að Þýskaland séum hættir að skrifa upp á vísa, ég heyrði það fyrir og ég get ekki staðfest það ennþá sko. En ég meni ég var með aðstoðarmann dómsmálaráðherra í viðtali hjá mig núna á sunnudaginn. Brynjar Níelsson. Og hann var að tala að Schengen væri að kvarta í þeim. Þú veist, yfir að þeir væri ekki að fara nægilega varlega og fylgja nægilega, þú veist, þeim reglum, þú veist, og ég bara, ok, það er bara, þeir eru litir í að kvarta í okkur, ég hef enga ástæðu til þessi efast það sem hann er að segja og ég held sé hafa alveg rétt eftir honum. Það þeir eru, herða reglunar og... Já, þú veist, margir vilja að segja sig úr Schengen, ég veit ekki hvort að það sé endilega rétt, en, þú veist, við verðum að hafa eftirlit með landamærunum, við verðum að hafa einhvers konar stjórn þannig að ef að mynd að koma glæpamenn getum vísað þeim úr landi ef að fólk kemur hérna sem að þú veist, fær einhvern svona sérstakann samning út af þeirra stöðu og það brýtur af sér, þá þarf það bara að fara og það er búið að standa til frá því þessi ríkisstjórn kom að setja það á laggirnar og tryggja það að fólk sem að brýtur af sér missi pólitíska vernd eða þú veist, missi sína stöðu en hérna, það virðist vera þannig að fólk sé viljandi að draga lappirnar á sér vegna þess að það á ekki að taka neitt ára að koma svo á sko. Nei, samt sem að sko er eitt sem ég var að sjá og af hverju verið að draga fætina á sig með það er það bara vantar allan pólitíska vilja maður hlýtur náttúrulega að spyrja sig skilur maður veit það ekki sko. og því Svíþjóð er líka farið að senda bara farið að afnema pólitíska vernd ef þú hefur til mis farið aftur til landsins sem þú ert með pólitíska vernd fyrir sko, við vinnumst alltaf að vera 10 árum eftir á Íslandi það verðist bara að vera þannig og ég bara held að pólitíkus núna séu svona að reyna að lesa í aðstæður og veist, ef ég fer þessa leið, er ég að fara að missa atkvæði eða er ég að fá fleiri atkvæði og það er eiginlega bara leikur pólitíkusum það er það sem hann verður að gera til að reyna að komast áfram það er reyna að lesa bara í aðstæður hvað vill þjóðin og núna það er svona svo kvöldlega populismi sko en núna er þetta bara akkurat svona millibils ástand þú veist, það er að breytast og ég held samt að þetta sé úrslega léleg pólitík auðvitað er þetta léleg pólitík þú ert að standa á þínu sem pólitík og koma þannig inn en það er bara að reyna að vera að sitja í sætunni það er þessi pólitík sem gera til að koma þetta inn, fá launin ég er búin að vera að sjá það bara við sjáum bara Ingu hún er alveg bankar eru krabba með hún er brjáluð og bara selja bankan og hvað helvíti sveitleysa og síðan kemur hún inn bara kortur í setna bara já, við erum að vera að selja Íslandsbanka maður bara og minnist ekki á hún tekur bara 180 beygju eftir hvernig stemningin er og hvað sæti er heitt sko og svo náttúrulega líka við stóðum að tala öryrkja þú veist, þetta er náttúrulega bara kona sem að mér skilst að sé búin að vera á örorku frá ég veit ekki hvernar og allt í henni er hún bara farin að stjórna 3 ráðuneytum þetta er náttúrulega, þetta virkar bráman eins og bótasvindl sko en ég er ekki að segja það að sé það en þú veist hvað ég meina ég skil alveg bara en síðan eftir á móti sko en svo er þetta kannski bara vinna sem að hendar henni hún getur sint sko og það er bara aldrei fundið sér neitt annað sem að geta hendað henni síðan er þetta bara að vera með aðstofamenn á þessum tímapunkti það hjálpar að lust það hjálpar mikið sko en þetta er bara ég er nú ekki að ráðast á hana persónulega með því að segja þetta með bankan en þetta er gott dæmi hvað pólitíkus að gera en það er mjög sjaldgæft sko að var nú einn var ekki Frosti Sigurjón já, hérna sem var ekki Framsóknarflokkurinn ég minnist rosalega vel á hann til dæmis þegar hann fór inn á þingi á sínum tíma en hann var að skrifa hérna bókina Hitamál úr að tala hans gaf hann út nýla já, sko, hann
sagði margt, en síðan einhvern veginn þegar komst inn á þing, þá sagði hann ekki neitt eftir það. Já, það voru lítið, en sem var eins og hann hvarf í smá tíma, en nú hann greinilega komin svolítið aftur, hefur við tekið eftir. Hann var að gefa út bók, hann var að skrifa bók og sem heitir Hitamál, sem er hnattræna hlýnun. Já. Og svona, þú veist, hann í rauninni, hans afstaða að það sé svona uppsprengt og sé í rauninni ákveðið hóks og hann færi sér að drögg fyrir því og lélegasti blaðamaður landsins Kjartan Kjartansson að hann sem sagt skrifaði einhverja svona grein það hann gáði 0 stjörnur af 5 mögulegum svo nú tala við jarðfræðing sko hjá Háskóla Íslands sko sem að sérhæfi sig í loftslagsmálum og hann sagði Frosti kemur hérna með fullt af góðum lögum sko, þetta er ekki hræðileg bók, en maður svona bara ok, en það er einmitt svona gæjar sko sem að skrifa svona greina 0 stjörnur og svona, þú veist og þetta er orðið svo mikið propaganda sko, og þú veist, það ætti að vera haldið út einhvers svona vísitölu sko eða svona rankings á fréttamönnum og blaðamönnum vegna þess að þessi gæi skrifa bara hverja rusl greinun og fætur annari og þú veist, og stundum þá ég að horfa á þessa miðla, ég að horfa á Físið, MBL og eitthvað svona lið sem skrifa, ég bara hugsa með mig, þú veist, eru þið bara að reyna að missa trúveruleika, það einhver svona markmið í okkur? Af því að þú bara sérðu þetta bara, þú veist, það fæst ekki staðis og þú horfir, þú skoða kommentin og það er enginn sem sammála, þú veist, það er allir bara, eru þið ruglaðir og ég er farin að sjá þetta svo mikið og ég furða mig svo mikið á þessari nálgun og en það sér þessi stétt hefur ekki neina virðingu lengur í gamla daga, það var rosalegt þú varst fréttamaður að skrifa eitthvað blað og bara wow og þess vegna hefur einmitt podcastformið það hefur, þú veist það er svona bara, já, bara einhvern veginn síðasta hálmstrá eða heiðalegri fréttamennsku ef við getum kallað það, þannig að þú veist það við sáum það bara til þessi COVID að þá voru menn að koma í Rogan eða þú veist til Lex Fridman eða þú veist Huberman og þetta og menn voru ekki að tala hluti og segja þess að þau voru og þá allt í nú fékkst eitthvað annað perspektíf og allt í nú voru einhverju gæjar eins og Robert F. Kennedy Jr. að skrifa kannski einhverja bækur þú veist, láta það líka með til hluta hvort það hafi verið satt og rétt en þú veist, það sem að voru önnur sjónamið og fólk náttúrulega færða bara tilfinninguna þegar það er að blokkunni sjónamið eða þegar það er ekki fjallað hina hliðina á málun þú veist, það eru bara flestir sem að eru það klárir að þeir hugsa bara með sér heyrðu, og þarft ekki að vera mjög klár til þess áttaði á því ef það er aldrei rætt nema önnur hlið málsins, það er ekki heiðaleg umræða og þetta er það sem við erum að sjá aftur og aftur hjá RÚV RÚV er bara verið störa þú veist, ef það kemur einhver panill hjá RÚV til þess að ræða málin að þú veist þetta er bara þetta er allt fólk sem er með einhverja fyrirfram ákveðna skoðanir sem má mæta sko, RÚV er nú bara að breytast í eina sterkustu svona, ég veit ekki lista háskóla menntastefnu stofnun eitthvað bara dauðan sko, ég veit ekki hvað er að gerast þarna en þeir eru mikið árári og þannig komum við aftur inn á podcastið ég held að fólk sé bara orðið það gáa við verðum alltaf gáaðir með einhver einustu kynslu Þannig núna Þetta er fyrsta kynslóðin sem er að fara aftur og bak Það að því við erum orðin svo reið að vita það allir og verður bara heimskur og reiður því pirraðari sem við verður og því reiðari sem við verður því heimskari verður og það er allir orðin svo östir Ég held að það sé líka það var þess að kenningu það að öll þessi tækni við erum með símana og við erum með spjaldtölvurnar og við erum með allt þetta og það var einhverjum menn sem að vildu meina það að þú veist, það að læra að skrifa á blaði og það að læra að smíða með hluti og þú veist, og gera hluti í höndunum og læra það þannig fyrst áður þú veist, ferðið yfir í digital sko Já. Að það væri að gera miklu meira fyrir heilanæður og það er sem sagt, ég var að sjá mann halda fyrirlestur það sem þetta nýlega, það þarf ekki að vera sannleikurinn, það er bara ein ástæða en ég held að sé eitthvað sem við ættum að skoða vegna þess að ég sé bara þegar ég yndislega tveikjur og strák sko og ef þú kveikir á einhverju svona teiknimyndum og eitthvað, maður er bara svona wow, þetta er bara svo dope Þetta er það sko þetta er bara svona, maður er bara holy shit sko maður horfði mikið að Tóma Jenna ef maður lítill, maður mann eftir þessu bara oh my god það var bara, maður dýrkaði þetta sko maður vaknaði fyrir stundinu okkar og allt þetta og klikaði aldrei en ég sé mikið talað þetta með tæknina þetta sé að gera okkur heimskari en ég er svolítið ósammála því ég er bara að segja að við erum að fara í aðra stefnu og það sem við flokkum að vera gáðar og hæfileikaríkur og allt þetta
við erum orðin svolítið gamlir en það þarf að breyta þeirri staða lífmynd og eins og ég sé dóttir mína, hún bara strax fyrir hún 12 ára og hún klippandi myndbönd og bara setur þau saman og sem setur hún á netið og þetta frábært og að fá eitthvað 1000 læka á þetta og þetta hún virkilega góð í þessu og þetta alveg vist merki gáfur sko. Já, þú veist, og líka aðlöðunin verður öðru sig, þú veist, hvar, þú í staðin fyrir að muna allt, að þá kannski veistu bara hvar þú finnur það. Já, sem sko, málega líka að við höfum bara ákveði minni í heilunum og það sem ég að koma með þetta og það bara frábært að við getum farið að nota tæknina og það þurfum við kannski ekki að þjálfa þetta nema í það nauðsynlegasta, því að þetta bara eins og talva, þú ert kannski með 1.000.000 gigabæt í minni og þegar það komið, það það bara þá ekki pláss meira, þannig virkar heilinn og það alveg búið að sína fram á það sko, til, eins og ég horfi á mannkynið, mér finnst gaman að sjá hvert stefnum og hvert þurfum að fara, það sem ég held eða svona til okkur vera að standa núna, þegar að mannfólki var bara svona, hvað það blauta bláa ruslina sem við druknum alltaf í ef við förum út í, maður langar að komast yfir það sjá hvað þetta hinum megin og fara að skoða það. Við erum akkurat þar núna bara með geiminn og viljum komast í hinn sólkerfin og fyrir fólki á þeim tíma þá var bara þetta sjórinn og var bara ómögulegt. Það var bara, við erum ekki að fara að komast þarna hinum megin, það kemur bara hérna og við druknum. En einhvern veginn þá kom einhver tími, byggjum bát og auðvitað ullt allir bátanir fyrst og þú veist að fínbúsa það og síðan þurfti að finna leiðina til að sigla á milli og við náðum því. Það sem við erum stödd núna okkur þegar vorum að fatta það og hvernig getum við komist yfir í næsta vetrarbreyt fyrir ekki sólkerfi. Já, fyrst kannski plánetur og interplanetary og svo þá þurfum við tæknina. Þannig að tæknin að fara að spila gríðarlega inn í það sem við erum að vera að gera og við þurfum örugglega svolítið að fjúsa við hana. Við þurfum að fara að missa svolítið mannlega eðlið ef við ætlum að lifa af þessar risaferðir. Við getum ekki ætlast til að við lifum í paradís. Við erum svo heppnir. En þú ferðan út það ömurlegt, það eins glata og það það mjög góð bók sem að kemur svolítið inn á þetta sem að fyrir bókin heitir Homo sapien Brief History of Mankind og svo kemur framhaldsbók sem heitir Homo Deus og Deus þýðir Guð og latínu og það þess að þú veist næsta tegund sem að þú ert eiginlega að lesa það sem að þú veist í rauninni heilin komin í samlífi við tæknina það sem að þú í rauninni getur tengt eitthvað við heilana þú veist eins og við erum að sjá kannski hjá Neuralink núna hjá Elon Musk þannig að þú veist þú í rauninni og það sett eitthvað einhver chip í þig og þú í rauninni gæti bara allt í einu farið að í sagðan vera að sjá með hefðbundum hætti þá getur þú séð miklu meira, þú getur séð dýpra þú getur séð lengra, þú getur séð með röntgen þú getur séð með alls konar, þú getur séð með hljóðbylgjum það þú veist, sky's the limit og Homo Deus fjallar það, þú veist, hver eru takmörkin og þú veist, þú missir hendina verður hægt að búa til nýja hendi og setja á þig eru til robotics, það til og þú getur actually fundið tilfinningu með puttunum að því að þú eru bara að setja flögur, þannig að þú veist, þetta þú getur búið til robotarm sem að actually þú er með tilfinningu fyrir sko, þú veist, þetta ekki lengur science fiction, þetta mögulegt og þannig að þú veist allar þessar línur sem að við vissum svona eða töldum okkur vita væru svona já ok þú veist þú veist þú getur aldrei skapað einhverja svona meðvitund hjá einhverju róboti bara jú þú veist í rauninni bara lífræn tölva og hann kannski bara þú veist ólífræn tölva og eða algoritmi og þú veist í rauninni bara munurinn bara efnið gæti það verið sem að þýði það að þú ert þá komið með þú veist mjög mikið af forsendum og forsendubreitingum ég meina hvað, þú veist, af hverju ætti ekki að geta komið einhver tegund eftir okkur sem eru bara robotics sem að búa bara alltaf til eitthvað nýtt og það bara þeirra leið til þess að lifa og vera til og þau eru rauninni komið með sko meðutund og ég held að það sé ekki ómögulegt og mögulega að þá verður einhver svona merger og svo ertu náttúrulega með þú veist, ég lærið mikið í erfðafræði, lífefnafræðingur og vinna hjá erfðagreiningu og svona og hef skoðað mikið og stúdera erfða mikið og þú veist þú getur verið með alls konar erfðabreytingar sem að geta optimisera og sem þurfum örugglega að gera þegar við ætlum að fara yfir aðra plánur við munum eyða út alls konar sjúkdómum og þú veist við erum þú veist ég held að það sé alveg mögulegt sérstaklega með gervigreindinni og þú veist við erum að nálgast svona punkt held ég þar sem að þú gervigreindin mun alltaf vera betri og hraðari og þegar við getum nota hana til þess að fara að rannsaka hluti til þess að komast að réttu niðurstöðum bara heyrðu
hvernig getum við breytt erfðamenginu okkar ef við erum með galla prótín sem að kannski veldur hjartasjúkdómi og hann segir, já, þú veist, þú notar hérna CRISPR-Cas9 og þú breytir hún svona og þú gerir þetta og svo sprautar þessi æðina á hann og þú ert að gera þetta og þá ertu alltaf ekki lengur með erfðasjúkdómin og síðan getur þú bara heimfært þetta og alla þá erfðasjúkdóma sem að til eru, þú veist, þetta eru tímar sem að gætu verið að koma sem að eiga sér enga bara, þú veist, samstæðu sko. Þetta er bara handað á hornið. Man sér það alveg CRISPR til og hérna vandinn að þú veist, þú getur ekki náð til allra frumna og líka með mun mynda þess að ónæmisvar við þessu þú eru út í lifandi uppkomnu veru en þú veist, þetta er handað við hornið, já. Sko, AI, það er bara að fara að stökkbreytast þeir eru bara, þú veist, þessi litlu AI-ver sem við þekkjum núna það sem verið að byggja í Texas, ertu búin að sjá það? Nei. Það er verið að byggja það er bara Er það fyrir Google? Ég man að þeir voru að byggja nokkur ný kjarnorkuver Já, þeir eru að gera það ný kjarnorkuver eða eitthvað bara fyrir þetta þá ég sé þetta sko Þetta er komið að stað, þetta verkefni og þetta er bara fyrir AI þannig að við erum að fara að sprengja svoleiðis skallan þarna áfram nú bara Bandaríkjastjórnin með puttana alla í þessu og þeir eru bara búin að sjá það, þetta er bara framtíðin Þetta er líka bara partur af þessari heimsveldabaráttu sem við vorum að tala um áðan þú veist, sá sem að vinna þetta stríð að hann verður með þú veist, hann verður með stærsta sterkasta heimsveldið Svo getur ímyndaðir þegar að búa að byggja þetta hvað við erum að sjá mjög hraða þróun í AI núna sko, en þegar það er búið að byggja þetta þá við erum eftir að sjá ykkur að sprengju sko, og þetta eftir að fara svo hratt að stað og það ætti eftir að leysa mörg verkefni og sérstaklega núna með þú ert örugglega að sjá hana kvantum tölvuna sem er verið að þróa núna. Já, ég sá hérna það var komin ég minna að vera í Google líka þegar það náðu að setja einhvern kvantumorgjóa á sko og þú veist, ég man ekki hann var eitthvað stjartfræðilega mikið hraðari heldur venjulegur örgjöfi sko. Já, sko, við vorum að tala að sko, reiknistæmi sem supertölva þetta tekur kannski 4 milljónir ára að reikna tekur þessa tölvu 4 mínútur hún er það öflug Já, því mann sko að þú veist að eins og ég segi þetta voru stjartfræðilega mikið fljótari þetta voru svona 200 miljón skilur sinnum hraðar það er alltaf hægt að kalla þetta tölvu þetta er bara svona, þetta er að sama og þegar við fundum upp tölvun eiginlega og setja það síðan í samhengi við það er, þú veist, þá er bara hægt að krakka öll password bara password eru bara úr sögunni sko. Já, þú setur AI með þetta og síðan bara AI prófa alla möguleika sem myndi taka endurlega langan tíma en á þessu, það er bara búin að pröfa allt og það er bara þetta og þá þetta, en síðan þá eru varnarkerfin verða miljónsinnum betri en tölundum þessi talva sem vinnur svona rosalega hratt og setur AI með þessari tölvu þegar þú blandar þessari tækni saman þá gerist eitthvað sem við vitum ekki það er bara, það verður rugla það verður að fara að sjá og við vitum að interneti kom og þá var hraðinn rosalur í öllu allt bara var gefið í á svo mörgu sviðum, tæknisviðum þegar þessi talva kemur í gang og AI-verin er orðin svona stór og þú getur saman að þetta og við vitum ekki hvað gerist sko, en það verður mjög fróðlegt að sjá það og það held ég að sé fyrsta skrefið í þessari næstu kynslóð sem við erum að tala um sko. Ég held að það sé mjög áhugavert að hlusta á Elon Musk tala í þessu samhengi og þú veist við eigum að fara mjög varfærslega vegna þess að þú veist ef eitthvað myndar sko meðvitund, self-consciousness sem að hefur þetta ability sem er knúið að mörgum orkuverum og veist, bara ímyndaði getuna að hakka sig inn í kerfi og varnakerfi og komast á öllu og gera hluti og þú veist þessum ofur hraða þú veist, þetta getur verið helvíti hratt að fara úrskeiði sko. Það getur það nefnilega, en sérðu þarna hvað hét myndi núna að vera sem var kjarnorkusprengjuna það er alveg stóðlega úr mér og veist hvað ég er að tala um Já, hérna Manhattan Project, þannig myndina Oppenheimer takk kom fram í henni, þú varst að tala um að fara að vallega kom fram í henni, ertu búin að sjá hana? Nei, en ég þekki sögu Manhattan Project ágætlega Já, ok, Davíð, þú er kannski síðan Ég er náttúrulega nörd, sko Ok, það er ekki að sjá, hvað er ágrunna? Það er alltaf að tala um þessu mynd Mér langar að sjá hana, sko Ég horfi bara á sjónvarpi með konu minni, sko og hún er búin að sjá hana, sko Já, ég horfi heldur á sjónvarp Það er bara mjög sest þetta að tekja svona seríu fyrir En allavega, þú veist að tala um vallega Ekki spoilera hvort þið náker kjarnorkuna, ekki sant Náðu þeir að sprengja Nei, mér langar bara að vita hvort þessu koma Mér finnst þetta eiginlega bara það besta við þennan tíma þess vegna ætla ég að spyrja ykkur hvort þetta væri í myndinni en þá kemur bara svona
það eru einhverja líkur að við getum kveikt í andrúmsloftinu ef við sprengjum svona öfluga sprengju og kemur eldur, það pröfum við samt að sprengjuna það segir bara allt hvernig mannfólkið þannig að við með AI og ég vissi ekki sig, að það hefði verið það var einhverja líkur á því sko. Og þarna, þeir voru múin að rekna það út en þeir sprengdu samt og sem betur fyrir kveiknaði ekki andrúmsloftinu en þetta segir rosalega mikið að við erum komið að AI og við erum kvant við sig hvað við gera við verðum að gera þetta, annars gerir hinn þjóðin þetta gerum þetta og sem við sjáum hvað gerist en ég held sko ég skal samt bara segja þetta ég held að ef Bandaríkjamenn hefði ekki verið fyrstir með sprengjuna og ef Stalín hefði til dæmis náði undan þú veist þá hefði Evrópa verið allt öðruvísi sko þetta var ekkert, Bandaríkjum var ekkert svona rosalegt fyrir henni sprengdu þessu sprengju það voru allir bara og þú veist hvernig þið gerðu það svakalegt líka sko við skulum ekki gleyma því sko það er svakalegt að sjá Hiroshima og Nagasaki og allt þetta sko þetta var bara statement þetta var ekkert annað, þeir voru búin að tapa Japanir sko, þetta var búið þeir voru bara að knýja fram uppgjör svo þeir þurfti ekki að fara í stríð á meginlandinu sko og líka sína bara heiminum sjá eitthvað við erum með líka bara hefna fyrir Pearl Harbor það var bara svolítið sko það minnist alltaf gleymist alltaf hvað Rússin, hann tók líka þátt í þessu það er alltaf að tala, eitthvað svona hann gerði eitthvað í Þýskalandi en það gerði fullt ég held að fólk verið átt að sjá því að sko það sem að gerist í hjá bolsjevikum, Lenin og Stalin hvað heitir það Holodomor í Úkraínu þar sem voru kerfisbundi verið að svelta fólk og þar sem að hvíti kristni menn voru drepnir alveg bara í milljónatali við erum að tala það að það voru reikið, þú veist, tölurnar sem að fóru bæði í pólitískum hreinsunum og öðru en við erum að tala að þú veist, þetta eru svona 20-60 milljónir hvíta Evrópumanni sem voru drepnir þarna og þú veist, þetta sko vinstri sinnar þeim finnst ekki gaman að tala þetta sko en þetta er náttúrulega bara var svakalegt og svo erum við að tala að þú veist, að í Kína það fer eftir hvaða sakfræðingu spyrir og hvernig þú reiknar þetta út en þú veist, það voru alveg ótrúlega mikið af fólki sem að dóu út af hungri og hörmungum sem voru beinar afleiðingar af stjórnarbreytingum og ofsóknum og þannig að þessi sko fyrirkomulög sko og bara þú veist það sem hafa gert eins og varst að tala og þú veist nauðganirnar í Þýskalandi sko með rauðahernum sko þú veist það hafi verið gerðar heimildarmyndir þetta þú veist þetta er bara eitthvað sem að þú veist með fólk getur ekki ímynd sér sko og þessi voru öllu bara grafið undir og svo er líka alltaf gleymt það þegar að Hitler fer 1939 var ekki 31. september inn í Pólland og þá byrjar fyrir seinni heimsstyrjöldin að 17 dögum síðar hvort það var fyrst í setjum mann ekki en 17 dögum síðar þá kemur Stalin og mót honum sko þeir voru saman liði sko þú veist, þeir voru bara að skipta Pólland á milli sín þannig að þeir voru með samning þú veist, alls konar svona hluti og þeir voru með hreinsanir og þeir drápu ótrúlega mikið magna fólki þú veist, Pólverjar þú veist, þeim sko verfið Sovétríkin by far heldur nokkuð tíman nasistana sömu sögu að segja sko með Ungverjalandi það var náttúrulega líka að þeir réðu svo sem í steytir í tíma og svona en og það er ekki að því að ég er að bera þeim bót sko, ég er bara að segja hvað hitt er líka ógeðslega hræðilegt sko en þetta er rétt eða með Pólari eins og ég segi, ég elska að trolla og ég var mikið á því á Facebook og tímbili, ég er að draga úr því núna sko ég var alltaf að skrifa ykkur á status bara til að sjá hvað þú komst með stundum á mitt þá var reyndar að þú varst ekki mikið að trolla á mínum þegar ég var að tjá mig svona eitthvað Nei, ég bara skrifa á status og ég var ekki mikið að fara á veggi og öðrum að trolla, ég bara skrifa eitthvað sko, ég manu ekki hvað þetta var en bara til að gera alltaf brjála en það er ég allavega í nótsku sko en sem var einn pólsk funum minn en ég var að gera hann alveg brjála þá var ég enda að tala sko því að Þýskaland er að byrja herkvæðningu, þau eru ekki byrjaðir á henni alltaf að gera stærsta her í Evrópu og þau eru auðvitað með ég er bara þannig, ég er alltaf bara hvað þú þarna sníki þýskari, hvað ertu að gera? Ég er bara þannig út af sögunni, sko. Þannig að ég sé bara, ok, við erum búin að gera eina tilraun, virka ekki, sér kom Hitler og annar tilraun, virka ekki, hvað gerum við núna? Gerum Evrópusambandið og síðan svona dreifu og setjum allt í upplust hérna, bara, hei, Bretar, ertu með okkur hérna? Starfmann, já, ok, innflyttur út allt og borgarstyrjöld og nú
fyrir að vera komin tími hérna, búin til hérna hér hérna og síðan hei, Bandaríkjunum rífa kjaft, ok, notum þessi tækjaðri, við þurfum að, sem þeir eru að segja núna, við þurfum að búa til svona EU-her, Evrópusambandsherinn, sem þannig alltaf samanlega og þá, bingo, síðan koma þær aftur, bara þýskarinn. Og ég búin að vera að djóka við pólska vinn mín og ég segi, já, þetta að fara að gerast, sko, og síðan þegar þetta gerist, þá fyrir allt í upplýstina og síðan verður stríð út alla Evrópu og hvað að gerast? Þá Rússinn eftir að koma inn og bjarga okkur eina fyrir enn og hann bara, hann trilltist á þeim tímabóti. Það var eitthvað sem hann vildi ekki heyra, sko. Ég held allavega að þú veist að þessi prófessor sem ég nefndi á hann, David Betts og ég hvet fólk til þess að hlusta á eitthvað gott viðtal við hann sem hann að fara yfir þetta sko og þetta er kallað insurgency á ensku. Já, er hann að tala eitthvað þetta sem ég var að segja? Ég er bara, þú veist, borgarastríð. Hann er spáð því þessi 95% líkur á borgarastríð í Evrópu með einum öðrum hætti og það muni koma. Já, þú segir það. Ég er alveg sammála því sko með það sem við sjáumst vera að gerast í Bretlandi. Það bara hlýtur að gerast. Eða byrjar að gerast, þú veist, eins og bara staðið svo í Bretlandi og þú veist að þetta getur smitað svo hratt út úr sér. Og við sjáum bara núna það sem er að gera það sem er að gerast í Bandaríkjunum er að skapa ákveðna stemningu fyrir deportations í Evrópu. Þú veist, ef að það væri ekki gangi í Bandaríkjunum, væri við þá að sjá bara, ok, þú veist, þetta Bandaríkjamenn er að gera þetta er að lækka glæpatíðni og þetta er að lækka húsnæðisverð og verðbólgu og eitthvað svona, ég þori ekki að fullera með verðbólgu, en það er allavega meiri hagvöxtur þar heldur en hérna, hvort sem að það er þessu að kenna einhverju öðru. Og aðalatriðið, við sjáum að þetta er mögulegt og þú veist, það er bara einhver gæi, hann bara gerði þetta og hann bara byrjaði að deporta og þú veist, og það er bara ólulegir og glæpamenn. Við erum náttúrulega með svolítið aðra stöðu hérna í Evrópu en það þú veist, líkurnar aukast og það að komi, þú veist, við erum í mikilli hættu að skapa einhvers konar menningarstríð. Já. Og þú veist, við megum ekki ganga langt þú veist, við megum ekki ganga langt við verum að vera sanngjörn og við verum að vera réttlát og það er ekki réttlætanlegt að leyfa fólki að vera hérna heldur sem er að brjóta á öðrum, er að nauðga, er að drepa, þú veist, og svo framvegis. Það er ekki réttlátt. Nei, mér líst samt ekki á þessu stefnum sem ég var að sjá núna að vera að skoða það að ef þú brýtur svona á þér í staðinn fyrir að fá fangelsdóm þá er það bara hent út á landi. Ég held að segja þetta heimskasta sem við getum gert en þegar við erum bókstaflega að segja útlensku glæpamönnum kóttu til Íslands, brjóta þær og ef það kemst upp, þá er það bara hent út á landi. Þetta er í rauninni alveg stórkostlega heimskast. Þetta er bara mesta heimskast ég hef nokkuð en sé verið að ræða núna. Já, þú veist, þú verður að hegna fólki. Það verður að vera afleiðingar. Við erum eftir að fá eins og þessi gæi sem var sendur á endan til Sýrlands eða eitthvað, hann fekk bara afslátt af því að hann var búin að haga sér svo illa. Já, þetta var bull. Það hefði bara verið betra að þú veist láta hann bara synda ánga, sko. Það hefur verið. Nei, ég meina, þú veist, ég alveg tala, sko, þú veist, þú getur ekki alveg. Við erum að senda svo hræðileg skilabót til útlanda. Ég trúi ekki að ætla að samþykja þetta. Nei, ég meina, þetta er fordæmisgefandi. Ég meina, þú veist, fólk bara hugsa með sér, ok, við bara snargeðu ykkur og hótallum lífláti og bara stingna og marga, þá fæ ég bara afslátt og fæ bara að fara aftur til Sýrlands og svo fer ég bara næst til Grikklands og sé hvað gerist. Já, sko Þetta er hugmyndafræðin hjá fólkinu sem stjórnar landinu þá er ekki nema að furða að sé allt í rugli Já, ég meina, þú veist, þetta er svo barnalegt og þetta, þú veist, þetta bara gengur ekki upp, sko og við erum alltaf soft, sko að þessu leiti, sko við erum það Herðu, eitt til lokin Já NASA að fara til tunglsins Er það málið það? Já, ertu búin að segja það? Ég sá það voru að byggja einhverjar þotur aftur og sá það á Facebook eða Instagram. Dag, getur þú flett upp dagsendingunni? Ég held að það sé bara 2-3 vikur. Það er að fara með bara astronaut, bara, þú veist, alveg. Já, menn til tunglsins. Það er bara... Það er svoleiðis. Ég meina að það, ég veit bara flyby, sko, en ég veit ekki að þú að fara að lenda aftur í tunglinu strax. Ætlar að lenda? Ekki svo ég veiti. En ég minna að það er lengur búið að plana að þeir fara að búa til sko, byggingarar og bara space station og þetta er partur af því sko. En ég held að sé bara 2-3 vikur í það sko. Heldur þú farið til tunglsins? Að við höfum farið? Já. Nei. Já, ok, góður. Það er bara eitt sem það meikar ekki sens. Viltu vita hvað ég held? Endilega. Ég held að þegar að þetta, sem sagt, horfðu á Intercontinental Ballistic Missiles sem eru forsenda fyrir því að þú getur sendt kjarnorkusprengju hvert sem er í heiminum sem að gáttu tryggt þér heimsigur á það afturslíka
til þess að eignast svoleiðis að það kostaði ofboðslega mikið pening og ofboðslega mikil þróun sem þurfti að fylgja því það fara til tungsins er ennþá flóknara og þú veist, það veit enginn hvernig þessar geimflögur voru byggðar, það er ekki til teikningar að þeim, Elon Musk ætlaði að nota það er rosalega sérstakt sko það mest sérstakt og það eiginlega bara þetta eitt og sér sem fekk mig bara, nei við höfum ekki farið á ok, þetta stærsta bara skref mannkynsins að fara til tunglsins það bara eitt af stærsta sem við höfum gert eitt rosalegasta afrek ever og þú ætlar að segja mér að þið týndu tækninni það er að reyna að ljúga við setjum allt á samt við erum með eitthvað fucking beina það er annað sem að fekk mig til að hugsa og það er það sko í fyrsta lagi þá er engin sjóningi sem að geta fylgst með þeim þú veist það var engin þjóð sem að geta fylgst með þeim það var engin sem gæti dokumentara þetta nema þú veist að vera borð og Rússar þeir ákveða að segja já, þú veist, þeir hafa farið til tungsins án þess að vera með einar heimildir en eitt fyrir því og þetta er basically óvinnveitt þjóð sem í keppni með og af hverju ættu þeir að hafa samþykkt þetta nema að þú hafir í rauninni verið búin að semja skiptingu á heiminum milli Bandaríkjanna annars vegar og Vestur-Evrópu sem var það áhrifasvæði í Bandaríkjanna eins og ræddum á hann með Marshall og allt þetta og svo hins vegar Sovétríkjanna og þú veist og þá var þú veist svona space race og ég meina við erum með menn eins og fræga leikstjóran sem gerir The Shining og fleira og hann er með alls konar hint í myndinni sem er alveg bara svona ótrúlega augljós fyrir þá sem að þekkja þetta með svona cypher, þú veist svona alls konar það eru gátur í þessu og þú getur decipherað það með þekktum svona kryptotungumálum og þú færið ákveðna niðurstöður við það sko og það eru alls konar svona myndlíkingamál sem er alveg sko með ólíkindum og það eru margir sem vilja meina það að hann hafi sér leikstýrt þessu, hvað heitir hann aftur hérna? Það er að því að hann fekk myndavélateknina sem NASA var með, hann var eini leikstjórinn sem fekk aðgang að því og tók upp myndinu sínar með Stanley Kubrick. Stanley Kubrick hann fekk þessar myndavélar, þessar rosalegu tekniðana frá NASA Green screen hafði aldrei sko, og svo eru margir sem vilja meina hann hafði sko skilið eftir eitt punkt sko, sem að er fastur punktur og getur séð hann á öllum myndunum og það er margt svona sko og það hefur aldrei verið birt mynd af fánanum sem á að vera á tunglinu og fótsporunum og öðru sem ætti að vera þarna, alltaf ekki andrúrslóttuna þannig að það ætti ekki að vera að fjúka til eða breytast mikið og samt er búið að vera flæpa eins og þú varst að nefna það er búið að vera Japanandi flugu yfir og eitthvað svoleiðis þú veist, ég veit ekki til þess að sé til nein mynd, en ég er alveg tilbúin að draga þetta tilbaka ef einhver getur tekið myndið að sýnt mér já, ég er opið verið, eins og er sko þá bara sé ekki hvað heitir beltið þarna? Van Halen beltið? Nei, hvað? Van Halen Van Halen það er næstu því það er næstu því maður þetta er þarna ekki með grilli í ljós það er samt ekki sem leita en það er bara eitt með þess að fólk segir tala fake the moon landing og svoleiðis við höfum lent sko 6 sunnum á tunglinu já, og þú veist 12 manns fara á tunglið það var ekki allt feika trúi ekki sko það veist hvernig komist þér í gegnum þetta beltið? Það er beltið þarna sem bara gjössalega grillari á þessum tíma og þeir áttur allt í þú ert bara eitthvað mjög stutt, þú verð bara einhverja sekundu í gegnum það eitthvað sko. Eða það? Það fer eftir í hvar þú fer í gegnum það held ég og eitthvað svo leiðis, ég skoða þetta nú eitthvað en þú ætti nú alveg að lifa það af sko. En það eru kannski ákveðnir hlutir sem að þyrfti að vera geymdir við sérstakar aðstæður eins og filmur og svo leiðis sko, til þess að þeir stútist ekki á leiðin tilbaka eins og ég segi, veist, það eru rosalega margir sem að telja við ekki farið á tunglið ég meina Putin sagði nú einhver tíman þú veist, ef þið gerir þetta ekki þá segir ég sannleika með tunglferðirnar þannig að það er ýmislegt þannig og mér finnst líka, hefur þið séð þarna þegar það kemur til að hvort þessi búið að photoshopa myndir þá getur þú sett þar í eitthvað Google forrit og kemur fake mynd og hafa með tunglmyndina og það kom fake, hefur þið séð þessu mynd? Nei. Þetta er helvítið en sem sagt Buzz Aldrin sem var með Neil Armstrong hann hefur sagt einhverja ákveðna hluti sem að benda til þess að mennirnir hafi ekki farið á Já, þegar hún stelpan á leikskólanum spurði þú farið til tunglsins, eða hvernig fóruð til tunglsins og hann sagði, við fórum aldrei til tunglsins einhvern veginn, síðan verður hann svona svipinn
hann nokkur sem sagt eitthvað hann nokkur sem sagt svona hluti sem rosalega skrýtnir sem að maður hefði bara einhvern veginn aldrei haldið að hann myndi segja sko. og viðtalið við þá líka rosalega skrýtið eftir tunglendingarnar sko. Það svona rosalega skrýtnir kannski var það bara því að voru búin svo lengi í einangrun og þú veist, það var bara búið að vera svolítið PTSD sko fyrir þá það getur verið sko. en svo ég segi, ég mér finnst þetta mjög sérstakt og mér finnst það alveg make a sense að menn myndi hella peningum og réttlæta það með einhverju svona sko. Það eins og ég var að segja þetta finnst mér næsta stig mannkynsins að fara út í geiminn og við verðum bara að gera, við vitum að það framtíðin okkar, hann steyrir mannkynu út og það þetta, ef við lítum á mannkynið fyrir væri eini tilgangurinn á mannkyninu, það að sama við eignum börn, það að koma börnunum upp. Þannig að mannkyni í heildsinni, hver tilgangurinn því? Að koma mannkynu upp. Og hvernig gerum við það? Þá förum við af þessari plánandi sem deyja í daginn. Þannig að það eiginlega bara næsta skrefi sem við höfum að takast á við. Musk hefur sagt það og ég held að það sé alveg rétt sko. Ég veit ekki hvernig það verður útfært en ég held að við séum að þróast mjög hratt í áttina að því. Ég held að þetta sé tími breytinga. Ég held að það sé alveg ótrúlega margt sem á eftir að fara yfir í robotics. Ég meina, þú veist, eru núna konum með skurðlækna sem rauninni bara robots. Já, ég sé að það svakalegt. Þannig að þú veist, öll þessi mega sérhæfing sem að fólk, sem að þú veist samfélagið hefur einhvern veginn snúist síðustu ár. Þú veist, þú sérhæfir í einhverju, þú veist að góðir einhverju einu og þú fær góð laun fyrir það. Mikið af þessu gæti, sem sagt, bara hægt og verið tekið yfir að einhverju öðru sem miklu betri að sérhæfa sig. Þannig að þeir sem eru kannski klárir í mörgu, þeir getur orðið meira valuable. Þetta alveg rétt hjá þér og mér finnst gaman að djóka með það að þetta verið fallið á mannkyninu áður fyrr. Ef mannkynið var til áður fyrr því að það alltaf hvernig hvarf þessi heilu flokkar segjum að, og það alltaf að koma meira og meira þessi árafjöldi á 2000 árum síðan og gerast þetta en nei, það getur verið 10.000 ár eða eitthvað svona. Það alltaf að lengi eftir þessi tímalína. Já, við erum alltaf að sjá fleiri sannanir að þessi tímarammi, hann meikar ekkert sens. En allavega, segjum að það hefur verið mannkyn komið í gamla dag sem þurrkaðist út. Það hefur verið búin að einmitt komið á þetta að við séum allt og bara bókstallega verið að þjóna ykkur hvað heitum Wall-E, hann að myndin hann það eiginlega svolítið þannig hefur þið séð þessa teiknumynd? Nei okay. Kannski, ég veit ekki, ég held ekki bara það var allavega þannig að ef maður var að deyta ykkur að stelpu þá bara varð maður að horfa þessa mynd þetta eina af þeim teiknumyndum og maður var reynda voðalega krútlega sko. En það var það sko mannfólki var bara sitjandi í ykkur stóla eða hugsa það og gefa þið borða og það allt orðið spikfeit sko. En það getur alveg vel verið að við höfum verið komin þangað eitthvað til hann sinni við komum bara eitthvað sólastormur hann í EMP risa sólastormur nokkaði þetta allt út og hvað gerum við þá? Allt í hennu bara, herru, ég kann ekki gera þetta og ég kann ekki og við erum búin að taka alla okkar þekkingu og setja inn á hann harðadisk sem virkar ekki lengur og bara mannkynni hrynir á nokkur sólarhringum allt orðið brjálað og af því að fólk hefur ekki borðað og hvað gerum við þá? Þá fyrir við að ráðast á hvort annað og borða hvort annað. Það mann ekki gerir það. Ég held að það sé það getur alveg verið þetta, ég meina þú veist eða varð okkur eitthvað fallið þá held ég að þetta hafi verið málið. Ég held allavega ef að fólk eins og það í dag þú veist, ef það kemur svona day after tomorrow þú veist, þar sem að þú veist, allt í einu bara stoppar allt það kemur ekkert lengur í búðirnar þú veist, þú verður bara feds for yourself ég ekkert viss það að margir hérna myndu lifa það af sko. Nei, það við myndum sjá þú veist, það er bara katastrófi 70% örgulega mannkyninu myndi drepast mjög fljótlega og allan í vesturheimi sko. Já, og hinir að berjast hérna á milli, það myndi byrjast bara svona tribes og til að byrja með myndi allir byrja að éta hvern annan og veist, sérstaklega á þessu svæðin það sem ekki dýr til að veiða það gerist alltaf þegar það kemur ungur fólk byrjar alltaf að éta hvort annað það er bara, við erum fljóti villimanni. Það er svo leiðis ég man eftir myndinni hérna Alive Já, góðum punktur en kannski fyrir við í þetta eða kemur þriðja heimsstyrjöldin. Ég ætla alltaf að vona það ég var ránt fyrir mér að þetta sé skipulegt chaos í Evrópu það sem við verið að flæða innflytnum að alls konar hópum til að mynda óreglu svo við getum komið starmir og kó eins og
við erum alltaf tilraunadýr og ég grínst oft með að rafræn skilríki voru tilraun til að setja það á staði í Evrópu, þess að byrja þeir á Íslandi að því alveg eins og fólk veit þetta ekki, það oft búið að pröfa mat hérna, sjá hvort hann seljist í búðunum bíómyndir eru oft, voru alltaf sýndir í bíómynda áður en fór í Evrópu eða Bandaríkin til að ákveða hversu lengi þetta vera þar eða hvort þetta höfum að sínar við höfum enga hugmynd eða margir hvað búið að nota okkur svo mikið sem tilraunadýr, þannig að rafræn skilríkin koma hér og síðan bara virkaði vel hérna herru, komum svo að staðina í Bretlandi og Evrópu. Ég held sko að þessi sko mikli fólks svona, þú veist, fyrst þá var bara flóttamanna vandamál sem kemur til seinni heimsstyrjöldina og það var bara leyst og voru settar ákveðnar reglur kring það. Svo, þú veist, þegar við fórum að sjá sko mikið seinna, með Sýrland og svona og Sýrland, Afganistan, Írak og hérna Líbíu, þú veist Túnis var ekki mikið þessan að þá fara menn að sjá sko, þetta problem en býtu þetta fólk að kjósa okkur hérna við erum vinstri mennirnir að bjóða fólki velkomin, við sjáum þetta eru problem, þeir eru að brjóta af sér þeir eru ekki aðlagast, þeir eru að kosta okkur óbúslegan pening, en þetta fólk fær kosningarétt og 90% af þeim kýst í vinstri og þú veist, það er bara statistík sem þekkt þannig að þú ert með sósíaldemókratar til þessi Svíþjóð sem voru búin að ráða sko frá 1920 og eða fyrir sko, ég maður ekki og hérna, en þú veist í ótrúlega langan tíma og þá svona, ef við missum völdin, hvernig tryggjum við völdin? Jú, við flytjum bara inn fólk sem að kýs kerfið þannig að hérna, það er í rauninni ógn við lýðræði þegar að pólitískir flokkar fara að flytja inn kjósendur sína og þetta er það sem við sáum líka með demokrati í Bandaríkjunum og við höfum séð þetta víða þannig að oft hefur þetta verið svona hægri vinstri, þetta er svona 50-50 við sjáum það mikið með republikana og demokrata en ef þú ert komin á það að þú ert farin að flytja inn kannski eins og í Bandaríkjunum, þessi 20 miljóna einhverja miljónir og ef þú setur það á rétt svæði þá getur þetta orðið þess að hérna, demokrata bara vinni alltaf í framtíðinni og ég held að við höfum bara rétt séð að því hefur verið afstýrt og ég held að þú veist það sem við erum að sjá í Minnesota og þú veist þessi óbóðslega þetta stríð það, þú veist að mikið flett ofan að þessu og mikið vísa þeim heim, þú veist, þetta er bara ólulegir innflytjendur og það er bara verið að koma þeim heim og það er fólk sem er að mæta með skotvopn og fleira og við hnífa og það er að berjast á móti með að vera að yfirbúða og handtaka ég meina sjálfsög endar þetta með stórslýsi það er einhver að fara að deyja og hérna, og þau vita það alveg og þetta er gert viljandi ég held að tíð Bidens sé mögulega einhver spiltasta og ógeðfeldasta sko bara arlið Bandaríkjanna og ég held að fólk fatt ekki hvað var mikið gert, þú veist, þegar þú ert að gera svona hluti til þess að hafa áhrif á kosningarniðurstöður af því að það var gert og það er þannig og það er bara einhver blöðum það að fletta, ef þú heldur eitthvað annað það ertu líklega bara fíbl bara ég ætla bara að fullera það vegna þess að þetta er svo óbúslega mikið magn og það sáu það allir að þetta var sko glæpa bylgjur og glæpa öldur að koma og þú veist, það er enginn sem að vill þjóðinni sinni vel sem gerir svona ég held ekki að þú veist að það sé nauðsynlega ástæðan hér á Íslandi þú veist við erum í rauninni ekki með svona stóra hópa vissulega erum við með fólk frá Schengensvæðinu sem er komið inn til þess að vinna við erum í ágætis stöð þú veist miðað við aðra og samt standa innviðirnir okkar höllum fæti þannig að ég skil alveg fólk sem að grípa til örþrifa ráða annars staðar þó svo ég vona að þetta fari vel og ég vona þú veist að fólk sem að hefur hagað sér vel og gert góða hluti í þeim löndum sem að hefur sest að í þú veist ég vil bara það fá sanngjarna meðferð og ég með getur að vísa þeim úr landi skilurðu en þannig sé ég þetta og þannig að það kannski fítar aðeins inn í þína samsæriskenningu þú veist að einhverju leyti að því að þú veist náttúrulega Starmer er fyrir Labour þeir eru vinstri menn, hann reiknar með því að þetta fólk kjósi sig ég er samlega það sko en Evrópusambandið, þú veist í Brussel, það er búið íta á þetta alveg hægri vinstri 100% eins og ég var að tala svona áðan og veist þessi tilvíðinu síðan núna þegar það alltaf að fara alveg þeir eru bara sekta menn sem alltaf ekki gerir þetta þeir eru byrjar að sko. Þeir eru alveg gríðarlega sektir sko. Það eru 3 lönd núna innan Evrópu er ekki rúma 2 milljónir á manns eða hafna var þetta ekki, Pólland, Belgía, hvað var þriðaland? Pólland, Ungverjaland allavega það verður þetta þau eru rosalega pinningar sem eru að setja þannig að og síðan sér maður það og byrja herrkvæðninguna og byrja núna stærsta þegar
Þýskaland sjálft ætlar að vera með stærsta her í Evrópu og á sama tíma tala núna verið að byrja Evrópusambandsher. Þetta maður svona, ok, við vorum að dreifast út allt, svo þið getur svona, hei, það allt komið í upplaust, við erum að koma að bjarga ykkur, þú veist, það Ég get ekki útiloka. Nei, af því að þetta það sem fólk hefur gert áður í mannkynssögunni. Það hefur unnið á þessu leveli til að ná yfir heimnum. Þetta eru umbrot tímar og þetta þú veist, við höfum séð að í glundróða og í polariseringu hafa gerst mjög slæmi hlutir og þess vegna mjög mikilvægt að fólk sem beggja vegna borðsins taki samræðina, sé tilbúið að ræða hlutina og sé ekki að kalla hvort annað einhverjum nöfnum og svoleiðis. Ég meina, gæti verið ég kallaði einhvern fíbl hérna á hann sko en hérna en þú veist hvað ég meina ég allavega tilbúin og ég hef sest niður með mjög mikið af fólki og rætta og ég að gera það til þess að heyra þeirra sjónarmið og ég ekkert endilega að koma mínum að þú veist ekki að minnst kosti þegar ég að taka viðtöl en maður veit ekki hvort það sé hægt að þú veist Charlie Kirk þegar hann var skotinn það var rosalegt það var bara fyrir ekki það lengur síðan, hefði ég sagt við því bara Helgi, veist, bara eftir 10 ár það var eitt gaur skotin hérna sem og ég hefði lýst Charlie Kirk, sagt hvernig hann væri og bara svona, já, ok, móti fósturinn Kristín í allt saman maður skilur klassískur republikani en fjölskyldumæður og hann ekkert að veist, hann ekki spúa hatri en hann verið flokkað þannig og síðan verið á skotin og það voru svona TikTok myndböð þar sem fólk að dansa þetta bara, yes, það búið að skjóta hann og fólk verið að fagna út á götum og taka myndir af sér þú veist, þú myndir bara á þetta nei, svo hann talið sko trúalegur öfgamaður en þú samt að styðja fólk sem að koma inn með sjaríalög og eitthvað svona þetta orðið svo mótsarnakent, þetta orðið svo mikið bull það sko og þú ert að fagna drápi og morðið einhvers þarna komum við inn á mótsarnakent sko að fólk einmitt sem fagnaði að Charlie Kirk hefði verið drepinn virkilega fagnaði að trillast þegar maður skotin hérna í billum konun núna af æs í Bandaríkjunum verið stuttu það var að skjóta mann núna hérna og það, maður svona ok, þú verður af því að það skiptir þetta fólki máli ok, hver drepur hann út og hver hann drepinn það sem ég að segja, þetta bil sem orðið þetta þessi geðveiki sem orðin og sem í gangi núna, hún orðin svo sturlu og svo mótsamkend að ég held bara að þetta eftir að versna allavega áður en að skána sko. Já, svo þetta lið svo bilað ég svona í lokin nokkar að nefna eitt af því að það pínu fyndi sko ég var Sverrir félagi fyrir að posta einhverju með Ice og ég set svona eitthvað joke komment undir og segi já hvernig var að gera þetta á Íslandi við varum með sveitir sem við kalla Ice Guys svo hljómsveitina og varum síðan með sko þau varum með svona þemalag sem að var í sko Ice Ice Baby eftir Vanilla Ice og ég meina ef þú getur ekki séð þetta til djók eða alltaf bara nei þú sagðir þetta veist, að það svona það einhver gæi sem á einhver andleg vandamál að stríða hann tók skjáskota svo byrti einhver staðar og vildi meina það sko ég var að gera grína fólki sem hafi verið skotið í Bandaríkjunum af æs og maður bara svona en sérðu þú veist sem ég var ekki að gera ég hef saman með fólki sem er skotið og þetta fólk sem gerir þetta ég tekið eftir því það maður bara fólk bara alveg hægt að skilja hvað grín, ég meina þú veist Nei, alltaf að grínast, en maður má einhvern veginn ekki gera það svona opinberlega ennþá, því að þá koma þessir einstaklingar og ég var nú það heppinn að ég náði að kynnast alveg gríðulega mikið af fólki í gamla daga og ég tek eftir því að einmitt fólki sem mikið að gera þetta og okkar aldrei er fólki sem fekk aldrei boð í partíið aldrei mátt aldrei vera með það var svo biturt það var bara, ertu að hlæja bara, ég ætla að reyna að sparka einhvern veginn í því en það er á sama tíma svo huglaust að þorir ekki beint að fyrir mannin þannig að það finnur eitthvað svona sjáum við tennan já, veist, hann nú að gera það sko þessi gæi náttúrulega hann er mjög lasinn sko en það nóg að þessu til og þetta er orðið eitra þetta er gallin við samfélagsmiðla því þetta eitrar út frá sér og húmor á undanhaldi því miður ég held að það sé að koma tilbaka ég held að þú veist ég saknaðist þegar að vera að gera grína öllum þú veist enginn fekk afslátt og þú veist og bara þú bara þurftir að taka því þá bara gert grína fucking öllu já og fólk hafði húmor fyrir hlóðu allar að því sko eins og skaupin í gamla dag og eitthvað sko það voru ekki allar að grenja út á öllu sko nei þú veist ekkert fyrir það lengur það er nú að fara að taka latta af lífið þarna fyrir að leika
var ekki Kimmerín hérna? Grínverinn? Já, Grínverinn, hérna það. Þú veist, maður bara slakið á maður. Það var alveg fyndið skets. Grínverinn var bara ógeðslega fyndið. Já. Og hérna, Það væri gaman að þú veist, nei, ég meina, þú veist, það bara, maður sér að laukning og alls konar svona rasista húmor og svoleiðis á hérna samfélagsmiðlum. Ég tek alveg eftir þessu. Já, steinþögnuðu bara allir í kringum svona... Þetta var ekki til á ákveðnu tímabili og bara sást þetta ekki, það var algjörlega filterað út, sko. Já, sko, fólk byrjaði með húmorinn og þarna, það var rosalegt að vera á Facebook í byrjun og síðan kom timeline. Manstu þetta Facebook fyrir timeline? Já. Allt í einu gastu, þú veist, í gamla daga gastu ekkert skrolla niður. Nei. Þú veist, ef ég fór á veggi þinn, það voru kannski bara 5 statusar eitthvað og ég gæti ekkert skrolla lengra. Þetta var sama með Messenger, sko, það bara eittust út skilabóðin. Þetta var bara temporary. Og ruggli sem var þarna, fólk var bara allir skellir leiðandi maður, síðan kemur timeline og allir bara eyða bara allir klukkstunni að eyða allt út bara, þú veist, það var, en þetta kemur svolítið svona surveillance, allir að passa sig og vera beinir í baki og vera að fylgjast með mér, þannig bara umhverfið í dag, nú miklu meira vör okkur, þannig að við slökum ekki á og höfum eitthvað gaman, þannig bara raunveruleikin, það verður að segja þess að segja. Ákveðin Stasi-fílingur í þessu. Það þá, hann á eftir að vestna að það vera betri. Herðu, Helgi minn, frábært að fá því hérna og vonandi kemur aftur setna með þér. Alveg ábyggilega og bara takk hérlega fyrir að hafa mig og gott spjall. Já, virkilega. Alltaf gaman að þér, Davíð minn. Er það eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? Nei, ekkert annað sem myndi byrja einhver samræður en það passa ég held ekki afti. Já, komum tímundali fara að sofa. Herru, takk fyrir okkur. Bye bye.